Já, góða kvöldið og velkomin í Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég. Við ætluðum nú að hafa svona stutt víkingaspjall í kvöld, eins og ég kalla það. Og hann Guðjón Reynberg var að tala um að kíkja í heimsókn. Og kannski einhverju fleiri vilja koma og kíkja. Það er aldrei að vita. Þá eru þið bara velkomin ef þið komist í gegnum frumskó Google Hangouts. Og það er rosalega mikil þreyta í mörgum núna, þar á meðal mér. Það er svo þreytandi að díla við þessa endalausu heimsku sem er í gangi. Það er alveg svakalegt, sko. Og eiginlega bara mannskemmandi. Og þetta náttúrulega vita hin æðri öfl, þetta vita elítum af heimsins kunna þetta upp á 10. Og þessi þetta endalausa divide and conquer virðist bara virka alveg ágætlega. Það virðist bara enginn hafa áhyggjur af neinu nema einhverjum bara smáatriðum. Það er endalaust verið að tala um einhverja hluti sem skipta í raun. Já, komast aldrei að kjarna málsins. Og Frelsi TV er kannski eini fjölmiðillinn, ef kalla má hann það. Ég er nú að komast í 100.000 áhorf, sem er þá væntanlega stæðsti svona frétta, allavega pottið stæðsti samsæringa plattformið. En hugsalega með stærri fréttarásum á YouTube, eða svona spjallarásum eða hvað viljum kalla það. Og ég hef nú reynt eins og ég get að benda á raunveruleikann á bakvið hlutina og hef verið kallaður hatari af ýmsu tagi og ég kannski get fallist á það að vera haturshatari. Ég hugsanlega hata þá sem eru uppnefna aðra með haturs eftirmerkjum. En that's about it. Ég sé enga ástæðu til þess að hata fólk. Ég man ekki til þess að hafa gefið út einhverjar hatursyfirlýsingar. Og þeir sem eru að kalla aðra hatara með ýmsu formerkjum eru bara hálfvitar og í raun ekki svara verðir. Og þetta, ég get ekki sagt að þetta særi mig, þetta er svona bara fyllir mann hálfgerðir sorg yfir heimsku fólks. Og það er svona með gaurana í eyðimerkurgöngunni, það verður stundum einmannlegt á göngunni. Og reyndar sé ég að það sem ég er að segja hefur gríðarlega áhrif á umræðuna. Hlustaði nú eitthvað á Útvarp Sögu í síðustu viku þar sem að þjóðin er að tjá sig og þá voru nokkuð margir að segja bara að verðum að vakna menn er að taka svona alls konar upp frá mér og sem er náttúrulega bara gott en ef ég renna þessi við fréttirnar með ég bíð eftir einhverjum spennandi gestum hérna til að mæta á svæðið að þá sjáum við bara í fréttum dagsins alveg rosalega hluti sko. Varðskipið Týr er að einhverjum störfum fyrir utan Sikiley. Stendur ekki hérna Landhelgisgæslan?
Eru þeir ekki að gæta landhelgis Íslands? Nei, þeir eru nefnilega í alls konar ópíumsmygli fyrir NATO sem ræktað í Afganistan. Þeir eru bara í einhverjum annarlegum verkefnum út allan heim og eru svo sem ekkert að passa Ísland fyrir öll þessi ISIS og öll þessum draugagrílum sem að mæta. Og svo nú þetta náttúrupassi. Fólk ekki almennt átt að sjá því hversu hættulegt þetta fyrirbæri Náttúrupassi hluti af Agenda 21 dæminu sem að þýðir að það verður enginn með aðgang að náttúrunni í framtíðinni. Það bara skiptir engu máli hvað þú borgar mikið, sko. Þú fær bara ekkert að fara, það bara sagt nei, það ekki til sölu lengur. Og þetta leikritið, hægri vinstri. Þetta fólk vinstra megin sem þykist ekkert vita núna, þetta fólk allt saman vinna saman í sömu verkefnum. Þetta hægri vinstri bara blekking. Og þetta bara kjaftaði, sko. Og Hæstiréttur, það verið að rústa, sko, það verið að rústa Íslandi. Kerfisbundið. Og það verið að gera allt svona ómögulegt og eitthvað misheppnað til þess að fólk komi, já, við verðum bara að hætta þessu rugli hérna á Íslandi, við verðum bara að ganga í Evrópubandalagið, við verðum bara að ganga í Noreg eða. Þannig að það skipulega verið að eyðileggja Ísland. Það engin tilviljun, sko. Og að trúa því að hægri og vinstri sé eitthvað tvö öfl, það heimska og barnaskapur. Hérna komin æðri mafíósi. Þetta litli mafíósi og hérna stóri mafíósi. Hún Nordal mjög hátt settur mafíósi. Hún var til dæmis í útskipanarnefnd þarna í Seðlabankanum það ekki og hún alveg hérna tengd inn í Alcoa. Þetta lið það sem ég kalla munið kanamellunar. Og þá ég ekkert að greina á milli kallar á kvenna þar fyrir konu hálfvitana sem að hlusta á okkur núna. Kannski talandi konur, þá vil ég taka fram að það á mínum vinum á minni Facebook-síðu, þá mjög mikið að skynsumum konum þar sem ber gríðarlega mikla virðingu fyrir. Þessi hérna kall þetta allt saman, sko, þetta áttu okkur að elitumafían allt sama dæmið, sko. Þetta allt saman sama rugli, sko. Og þetta eru bara leiksýningar. Þið sjáu fjölmiðla, það alltaf brennur, Róm brennur og allt bara bla 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 bla. Slitastjórn föllu bankana, búið að vera að tæma Íslandi gegnum lífeyrissjóðuna og allt slíkt. Ef að þið búist við að fá eitthvað út úr lífeyrissjóðum, þá getur þið gleymt því. Fyrir utan það, ef þið fáið eitthvað út úr þessum lífeyrissjóðum, þá ríkisbæturnar skertar á móti, þannig að þið hefði getað sparað ykkur 12% af launum í öll þessi ár, sko, auðveldlega. Og þannig að þetta allt saman bara ein stór vitleysa, sko. En eitthvað að vídeóni á mér hérna. En orginal, já. Þannig að það óbúslega mikið að lígum í gangi og allt saman bara í einhverju klessu, finnst mér. Og fólk veltist bara hvert annað í heimsku sinni. Því miður var ég að orða það þannig. Og ég ekkert svo bjartsýnn að ástandið breytist nokkuð. Ég mjög hræddur að það muni bara versna. Og það muni versna mjög hratt. Það reyndar
Reyndar kemur þá hugsanlega eitthvað meiri mótþrói þegar að hlutinir gerast. Eins og ég talaði hérna í The Art of War, þegar munið ég var að tala það, þegar að Sun Tzu hjó hausinn af kettlingunum, þá vöknuðu allar hinar kettlingarnar og fóru að taka hlutina svolítið alvarlega. Og þið vitið að íslenska lögreglan til dæmis, hún þjálfuð í Ísrael og í Bandaríkjunum. Og það hefur ekki verið mikið fjallað þetta mál hérna á Íslandi hann Erik Garner og sjáum bara hérna í erlendum fréttum, ég held að sé bara ekkert þetta. En þarna var maður í Bandaríkjunum bara tekinn af lífi út á götu. Sjáum það ekkert þetta, samt þetta stór mál í Bandaríkjunum. Hérna talað Michael Brown. Sjáum það ekki talað þetta mál. Bara talað Ferguson. Og íslenski fjölmiðlar eru rosalega mikla lygar. Þetta þetta mest að þessu bara sviðsetningar. Þið munið að það var myndband sem Normenn gerðu, eitt lyga myndband. En hérna var þess að gaur sem var að selja sígarettur í Stykkjatali út á götu. Og hann var ósáttur við hvað löggan var alltaf að bögga hann. Þannig að þeir drápa hann. Og ég heyrði það hringdi inn maður í útvarpsþátt sem þjálfaður öryggis eða svona kemur úr þessum morðingjagrensum. Og hann talar að þetta vaff-laga hálstak drepi fólk á örfáum sekúndum. Þetta hálstak, sjáðu lóin opin hérna, sjáðu þeir eru með fullt vald á hendina á honum og þegar lögreglan fullt vald þótt að sé ekki nema annarri hendina á, þá eru þeir með fullt vald yfir viðkomandi. En þessi gaur leggst á hálsinn á honum og drepur hann, viljandi. Og þetta morð, þetta bara aftaka hábjartan dag fyrir framan fullt af fólki. Og ef þið horfið á þessi vídeó, þá sjáu þið að hann var láð dauður lengi tíma og þeir voru með alls konar svona leiksýningar og haldaði framan að þið dáið á leiðin á sjúkarhás og eitthvað svona. Hann dó strax eftir þetta hálstak þetta dauðatak, þetta þjálfað dauðatak. Og þið þurfið að átta ykkur á því að íslenska lögreglan tekur sömu geðveikislíf á þetta fólk og fær sömu þjálfun. Þannig að það styttist í það að þið sjáuð fullt af fólki bara drepið út af miðri götu á Íslandi líka. Bíðið bara í smá stund. Og þannig að það eru rosalega alvarlegir hlutir í gangi. Það í raun mætti næstu segja að stríðið sé að byrja eða sé byrjað. Það má segja að valdstjórnin hafi byrjað stríð gegn Íslendingum. Kanamellunar ætla bara að drepa fullt af Íslendingum núna. Þeir sem eru eitthvað ósáttu við að gefa einkavinum fasistana kvótan, þeir voru bara drepnir. Þeir sem eru ósáttu við það að fá ekki að fara út í náttúruna, þeir voru bara drepnir. Ef þú ætlar að fara eitthvað að labba upp á hálendið, ert ekki með náttúrupassa, þá voru bara drepin. Þetta opaslega einfalt. Og ef þú trúir því að þetta mun eitthvað leysast í næstu kosningum, hvað ert að gera Frelsi TV? Ég hef ekkert lært, ég ekkert búin að kenna þig neitt, þú veist. Þetta náttúrulega alveg
Þetta er alveg skelfing, sko. Einhver að segja að sé eitthvað vesen. Einhver stillimynd, já. Það getur nú verið ekki bara hjá þeim aðila. Samt veit maður aldrei hvað gerist í þessum netheimum. Endilega ef að þið sjáið útsendinguna þá með þið sitja á kommentina hjá mér hvað þið sjáið, hvort þetta sé bara hjá Ragnari vandamálið. En því ég sé þetta hjá sjálfum mér. Sjáum hvernig þetta lítur út. Já. Það virðist vera í lagi, sko. En já, komið í lag, flott. Ég er ekki með eitt svona tæknimann sem að situr hinum megin og hjálpa mér. Það er bara einmenningur hér á Víkingarásinni. En ég finna það rosalega þreyta hjá frelsisliðum, frelsishermönnum. Og það sem ég held að þreyti frelsisvíkingana mest eru kerlinganöldur og endalaust kerlingarugl og vitleysa. Óþolandi, alveg gjörsamlega óþolandi hvað kerlingar komast upp með mikið nöldur, sko. Og þið vitið að það ég er að tala um kerlingar, þá er ég ekki bara að tala um konur. Og ég lenti nú í samtali við eina daginn og það þetta er alveg skelfilegt hvað er búið að ala upp mikla heimsku og sérstaklega hjá konum, ég vil nú bara segja það. Og það er alveg rosalegt hvað blessaðar konurnar eru heimskar. En það sjáum við að í mannkynssögunni þá var til dæmis, þá var Eva, hún var veiki hlekkurinn í Eden og þannig að það er þekkt í mannkynssögunni að konur þær eru að kalla þar í biblíunni hið veikara ker, held ég. Og já, er einmitt eitt sem var deilt, skotið á mig í síðasta kerlingaryfirldi. Nei, þú hefur ekki rétt á þinni skoðun. Og er eitthvað svona málþing það sem að háskólinn vill ekki einn annar hafi rétt á skoðunum nema þeir, sem og klerkarnir í kaþólsku kirkjunni gerðu á sínum tíma. Og þessi grein er alveg rosaleg. Vandamáli við að ég á rétt á minni skoðun er að það er oft notað til að fela trú sem ætti að vera bönnuð nánast. Og það er sem sagt verið að byrja að segja það að þú átt ekki rétt á skoðunum þínum, nema það
það sé eitthvað svona viðurkennt háskólarök þar á bakvið, eitthvað svoleiðis. Og þetta bara, það er verið að ráðast á alla heilbrigða skynsemi. Það er auðvitað fyrir maður að lesa þetta svona hraðferð. Og þið getum alltaf að lesa þessa grein sjálf bara, það sjáum við, The Conversation. En sko það eiga allir rétt á sínum skoðunum, það er bara þannig. Og það eiga allir rétt á sinni trú. Og það eiga í raun allir rétt á því að tjá sig. Það er snöllum þeir sem er að kalla mig hatara í ýmsu tagi sem ég er ekki sammála, þá hafa þeir fullan rétt á því. Ég mun aldrei fara að beita ykkur ráðum til þess að svipta þetta fólk tjáningarétti sínum. Já, sælmeistari Guðjón. Hæ, heyrðu í mér? Já, ég heyri ljómandi vel í þér. Æsilegt. Já. Lýsingi mín er svo góð. Já, einmitt, þú ert með flott stúdíó, sé ég. Já. Ég er búinn að ranta hérna í einhvern tíma. Já, ég var úti með hunda. Já, einmitt. Það er ljómandi fínt. En hvað segir í fréttum? Hvað er í gangi hjá þér? Þú ætlar að þurrka allt út sem þú hefur verið að segja, var það ekki? Jú, og ég byrjaður. Já. Ég eyddi nokkru þjóðveldismyndböndum í gæri að ég gerði þau privat. Já. Og er búinn að eyða út ykkur af endurist þjóðveldigreinunum. Já. Ég er bara að fara að snúa mér á forritun og hundaþjálfun. Já. Þetta er ekki auðveld barátta eins og ég var að segja á þann. Þetta eru hræðilega löng svipugöng og oft á tíðum virðast þau vera fullkomlega tilgangslaus. Þetta er eins og að vinna í einhvers konar tilgangsleysi. Ég er sammála því. Og ég held að heimska fólks sé bara óyfirvinnanlegu þröskuldur. Ég er ekki sammála því. Ég hef þetta eftir Thomas Jefferson. Já. Það er bíómynd sem ég held að Nick Nolte hafi leikið í. Jefferson í París. Þegar hann var ambassador Bandaríkjanna í París. Já. Þá segir hann, ég get ekki hægt að trúa á það góða í fólki. Því að ef ég hætti að trúa á það góða í fólki, til hvers þá að vera þessu? Já, ég trúi alveg að það góða, sko. Heimskingar eru mjög gott fólk oft. Það er ekki, vandamálið er ekki góður eða vondur, vandamálið er heimskan, sko. Þú meinar að konur sem eru gallarðir feministar eru góðar konur? Já, eflust er það góðar við hundana sína og sína nánustu, ég veist ekkert það. Og þú veist að meira segja að sagt að þeir sem eru mjög alvarlega siðblindir, þeir eru ofboðslega góðir við dýr. Allir eitt atriði í svona hostage situation, samningasveit sérsveitarinnar, þeir eru að semja við gjörsamlega siðblenda sturlaða glæpamenn, þá höfða þeir oft til dýra. Segja sko, já, hún Guðrún Gíslin hjá þeir, hún á hund heima sem býður eftir henni. Ertu ekki til í að sleppa henni þá allavega? Þetta svona er díla við sturlaða siðblenda glæpamenn. Og þannig að já, ég veit það ekki. Fræddu mig, Thomas Jefferson var á því að þetta væri þess virði að standa í þessu. Sko, ég held að Thomas Jefferson hafi verið siðblindur. Já. Hann gaf sumum þrælum frelsi. Já. En vildi ekki gefa uppáhaldsambáttunni sinni frelsi. Já. Hún stóð þúsundir afrísk-amerískra manna í dag rekja ættir sínar til hennar. Já. Það hefur verið mikið að gera á háaloftinu þar. Nú hef ég einmitt verið svolítið upptekinn þessa vikuna einmitt á feysunum mínu og pósta dótið siðblindu. Hvað er siðblinda? Já. Hvað er siðblindur sturlaður glæpamaður? Hvað er manneskja
sem situr á þingi og lýgur til að fá atkvæði og stendur ekki við orða því sem hún segir og er með stjórnarskrárvarinn rétt til að svíkja allt sem hún segir, annað en siðblind manneskja. Og hvað er í umræðinni hjá megin fjölmiðlum og elitunni og menntakerfinu þegar það segir þér að það sé bara ákveðin tegund glæpamanna sem séu siðblindir eða forstjórar ákveðina tegunda fyrirtækja. Hvað er annað verið að gera en að beina huga okkar eitthvað annað? Já, hvernig skýrgreinir þú hugtakið siðblindu til dæmis? Ég get það ekki. Það er þetta til sem hugtak og það er skýrgreint hugtak mér, þannig að svo skýrgreining er til. Siðblinda er það eiginlega þegar svona eiginlega tapar mannúðinni, manneskjunni. Þú getur sem sagt tekið ákvörðun sem mun skaða jafnvel milljónir manna og þú hefur svona siðrof, þú skynjar ekki hversu ósiðlegt það er. Með öðrum orðum allir valdhafar mannkynssögunnar. Já, allir hópistar eru siðblindir hálfvitar. Líka þeir sem fylgja þá leiðtogunum. Hvað segirðu? Þá líka þeir sem að fylgja leiðtogunum, þessu siðblindu leiðtogum. Já. Ég getur að haft eftirfylgjendur nema þeir búi við leyndum draumi til að verða eins og þú. Já, sjáðu til þessu lögreglumannin sem var að kyrkja þennan mann þarna í Bandaríkjunum í New York. Allir lögreglumennir sem stóðu í kring, þetta voru 10-20 lögreglumenn sem stóðu þarna, svo komu bættist við sjúkraliðar og eitthvað svona. Þetta fólk er allt saman gjörsamlega siðblind. Hver einn og einasti. Ég treysti mér ekki, ef ekki treysti mér út í skilgreiningun á siðblindu. Ég er svona veltaðinni fyrir mér, ég ætla að fara að skoða þetta þess nánar. Þetta heitir sociopath, er það ekki á ensku? Jú. Það er líka stundum talað psykopat. Já. Sko hvað er, siðblindur maður getur líka verið einstaklingur sem ekki sætti sig við þau norm sem er í gangi í hans samfélagi. Nei, það er meira anarkisti. Er það? Já, ég ætla bara að lesa fyrir því hérna siðblinda. Siðblinda, psykopathy, er alvarlegur persónuleikaröskun sem einkennist af skorti á samúð og samlíðan, grunnu tilfinningalífi, sjálfhverfu og blekkingum. Siðblindur einstaklingar, stundum nefndir psykopatar, eru gjarnan lygasjúkir. Þá skortir samvisku og leiðast gjarnan út í glæpi, jafnt ofbeldisglæpi sem svokallaða hvítglæpi. Siðblinda er ólæknandi, eins og hópismin er. Einstaklingar með slíka röskun, þetta var einskot frá mér, einstaklingar með slíka röskun geta ekki átt í eðlilegu sambandi við aðra, þeir eru kaldlyndir og sýnt hefur verið fram á tengsla milli siðblindu og ofbeldis. Til að mynda eru 20% fanga siðblindir einstaklingar. Rót siðblindu er umdeild en stundum talin liggja hjá foreldrum og eiga rætur í uppeldi og mótun siðgæðis, vitundar og sjálfsvitundar. Einstaklingur sem verður fyrir ströngu og ósveigjanlegum kröfum þroskar ekki eigin samvisku. Einstaklingur ekki þroska þar sem veikar fyrirmyndir eru til staðar sem ekki gefa nægilega leiðsögn. Útkoman verður sjálfsmiðlað, tillitslausir einstaklingar. Og þessna er einmitt þessi mikli og þessna hef ég líka verið að kritisera þjóðfélagsuppbygginguna með barnauppeldi, skólan og allt þetta. Þetta eykur siðblindu gríðarlega mikið, sko. Ég er sammála því. Og þetta er nánast það sem ég var að segja sambandi við siðblindu. Ég hef lesið þetta áður og stúderað. En þetta er svakalegu sjúkdómur, sko. Ef þetta er ólæknandi, þá er þetta ekki sjúkdómur. Er alkohólismi sjúkdómur? Ég veit það ekki. Ég hef ekki vitað alkohólismi. Það er talað að alkohólismi sé ólæknandi sjúkdómur. Að það sé bara hægt að halda honum í skefjum þá? Nei, hann er ólæknandi. En drykkjan, það er hægt að halda einkennunum í skefjum? Já, ef þú sem sagt
tekur ekki fyrsta sopan þá getur þú fungerað í þjóðfélaginu en þú samt sem það er alltaf alkoholisti sko. Því að sko ef við tökum siðblindu sem bara skilgreint hugtak, ekki það að setja, en hvað er gott siðferði? Hvað er siðferði? Já, ég tel að í stjórnarskrár vídeónu mínu tala ég gott siðferði. Þitt siðferði? Ég held að þetta sé líka að þú hlustar lest bókina Stefan Milieu Universally Preferable Behavior eða almennar æskilegar hegðunar reglur. Já, ég þarf að lesa hana. Já. Þar er þetta einfallega skýrgreint og og sama er í stjórnarskrá siðferði útskýri vídeónu að ef þú fylgir þessum reglum stjórnarskrárinnar sem eru mjög einfaldar þá er það fullkomin lækningu siðblindu til þess. Ef þú gerir engum mein þá þú virðir eignarrétt annarra og gerir ekki öðrum mein og reynir ekki að innheimta skatt með valdi þá ertu nú bara í svolítið góðum málum sko. Þetta er falleg hugsjón. Já. Mjög falleg hugsjón og margt af því sem við fjallum þarna er líka í stjórnarskrá þjóðveldis. Já. Það er bara með meira orðaflúri. Já, kannski það sem ég að gera er að taka sko sérstaklega til að hlusta á Stefán og aðra svona pælingar. Ég svolítið að sameina tvo heima sko. Þetta var svolítið svona siðferðin og stjórnmálin voru svona tveir ólíkir heimar og ég kannski setta það bara saman. Ég sagði bara þessi grundvallar atriði í mannlegu samskiptum náttúrulega bara grunnurinn á stjórnarskrá sko. Alveg svo ég sagði einhvern veginn þegar ég var í fjósaflokknum í 2 mánuði. Þegar þeir sögðust vera búin að hreinsa allt út úr flórnum hjá sér, þá gekk ég í flokk og segja, já flott, ég ætla að fá að sjá og fylgjast með því og eftir 2 mánuði var ég farin sko. Það var allt saman lygi. En þar var ég á einhver svona stjórnmálafundi og þar var einhver sem bara, já það verður að gera þetta fyrir börnin í skólan og svo þarf að byggja íþrótt og svo þarf að gera þetta og svo þarf að gera þetta. Ég bara sagði, heyrðu, fyrirgefðu mig, ég aðeins tjá mig. Og ég sagði af hverju er þetta svona flókið fyrir ykkur, hvaða forgangs þetta var í miðju hruninu, sko, hvaða forgangsröðun þarf að vera eitthvað slið til. Það er til bara einfaldlega það sem heitir Maslow píramídin, það hafði aldrei heyrt hann. Þar eru bara grunnþarfir mannkyns skýrgreindar á mjög einfaldan hátt, það er ekkert flókið, sko. Og þá var einmitt sú sem var í efsta sæti í framboði til Reykjavíkur, Reykjavíkurkosningunum. Hún fattaði strax hvað ég var að segja, sko. Hún bara, já, auðvitað, og bara var alveg inn á þessu og fór að tala svona líka eins og ég. Og svo var hún sabatósuð og hent út af listanum, sko. Okay. Þannig að hún hefur ekki verið sækópati sem fór bara að kópera eitthvað fallegt sem einhver sagði og ætlaði að nota það. Nei, hún bara fattaði konseptið sem ég var að segja og ætlaði að hlaupa strax á stað með það. Bara heyrðu, já, þetta er bara svona einfalt, við fylgjum bara þessum píramíd og byrjum bara á öllum grunnþörfunum. Svo fyrir við kannski að spá í að byggja eitthvað eða gera eitthvað sniðugt meira. En við þurfum að byrja grunnþörfunum, sko. En hvað er siðferði? Hvað er gott siðferði? Hvernig ætlum við að skilgreina gott siðferði innan samfélags? Já, það er... Bursið frá því hver er siðblindur? Það er óbærslega einfalt. Það er að þú gerir öðrum eins og þú vilt að aðri gera yður. Ég meina, myndir þú segja að flestir vildi að það sé logið að þeim og þeir séu blekktir inn í umlegar kringumstæður? Ég hef hitt fólk sem er alið upp í slíku samfélagi. Já, þannig að, já, ok, tökum bara dæmi nauðgun. Nauðgun er yfirleitt betra siðferðisdæmi heldur en til dæmis morð. Að ef þú hugsaðir 2 menn í einu herbyggi, þetta kemur frá Stefán til dæmis, og þú ætlar að segja að það sé gott siðferði að nauðga.
þá getur bara annar gaurinn í herbygginu verið góður í einu, af því að það getur bara einn verið að nauðga einum, það getur ekki tveir verið að nauðga hvora öðrum á sama tíma, sko. Þannig að það að það sé gott að nauðga fellur á því prófi, sko. Nú erum við náttúrulega báðir sammála, við þurfum eiginlega að byrja á að segja vinum okkar að við erum báðir sammála því að nauðgun vond og röng. Já. Haturs kettlingarnar. Já, við erum sjokkar að fólk og mikið, sko. Heldur að sé eitthvað eftir þessum kettlingum í trénu hjá mér? Já, það fullt af stelpum sem fíla svona male-chauvinisma. Já, þetta sem myndlíkingar í siðferðislegri heimspeki. Og við erum að sjálfsögja á móti öllu ofbeldi sem ætti nú að vera nokkuð ljóst í því sem ég hef lagt fram. En allavega, ef við höldum áfram með það, þá sko siðferðið eitthvað sem allir þurfa að geta gert á sama tíma. Já. Til dæmis ef við segjum að það sé ekki gott að nauðga og þessi tveir kallar í þessu herbyggi að fylgja góðu siðferði sem ekki að nauðga, þá geta þeir bæði uppfyllt að skilyrði í einu, sko. Þannig að, og þetta tekið alveg rosalega fyrir hjá Stefáni í Universally Preferred Behavior, UPB. Stefáni klákall. Já. Ég hef verið í ákveðni afnefnir á Stefáni undanfarið. Já, bara, ég var að grúska eins í honum í haust og sumar og hann í pásu, ég ætla að skoða hann betur því ég finn ýmislegt að hjá honum, en ég nenni ekki að fara ofan í það. Já, en sko, svo þegar hann fer að komast að niðurstöðunum, þá bara gleymdi því, sko, hann way off í niðurstöðunum, sko. Hann getur verið svolítið öfgafullur. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna bókina. Sér þú hana líka, eða? Ég sé ekkert eins og jú, nú sé ég það. Já, þú sér bókina núna. Já, það þessi bók hérna, Universally Preferable Behavior. Hérna sérðu slóðina, freedomainradio.com. Ég veit hann með fleiri bækur þarna og ég var búin að nýta. Ég mæli fyrir fólk að grúska í þessum bókum. Já, ég fór hérna reynda bara hljóðbókina og hlusta á hana með ég var að sofa í vinnunni. Já. Þetta snirtilega framsett og hann vel pæltur og vel að sér í því sem hann að pæla. Já, og þessi hérna Universally Preferable Behavior snilldar bók. Og eiginlega skildu lesning, sko. En þú manst nú þegar að vinkona þín kom inn á linkin hjá þér, bara Guð hjálpi mér, sko. Ja, þetta voru svolítið heitar samræður. Já, þú sér að hún kemur fyrst bara inn á linkin með hérna komment þar sem hún byrja bara gjörsamlega að dissa mig. Það fyrsta kommentið hennar gagnvart mér og svo síðan hún að kvarta á ok, stjórnarskrá Axels hræðileg, hann virkar ekki alveg með réttu ráði, talar að lög segja fóstringar sér leiða til 30 ára aldurs og ég baði að staðfesta að ég hef sagt það. Hún kom ekki með neitt svar við því. Hver heilvita maður veit að það stenst ekki? Ég var að tala um að verða að reyna að færa þessa grensu. Ekki hissa á hann að við fengi litlar undirtektir við þetta? Þetta var fyrsta sem hún tjáði sig um mig. Og svo kemur hún hérna seinna, þá fer hún að kvarta undan mér. Ég sé svo mikill dóni og ég hati konur og bara já, ok. Þú veist, hvernig á maður að svara svona, í alvöru? Hjálpaðu mér, þú ert svo góður í hundaþjálfun. Nei, ég menna, þú ert svo góður með konur eitthvað. Ég svara helst ekki bönum að þessi tagi. Nei. Ég svara helst ekki persónulegum bönum, ég reyna að sniðganga þær. Stundum ef ég fæ persónulegar bönir þá svara ég kannski tilbaka okkur beita mig ofbeldi. Já, hérna segðum við, sko, mér líkar ekki hvernig Axel talar um konur. Hann ofsalega ruddalegur í framkomu. Svona svipa kannski og þessi amerísku viniðin, karlar sem hata konur.
En svo svarar hún engum rökum, skilur, eða spurningum. Það mjög algengt í siðferðis samræðu samfélagsins. En fólk gefur náttúrulega sínar ástæður og sínar forsendur og sín rök. Já. Kom einhver skrítin mynd af mér, já, þannig kom ég aftur. Ég að færa skjáin. Já, einmitt. Ég læti mér svolítið í létturúmi liggja oft, sko, þó fólk sé ósammála eða sé með svolítið skrítna skoðanir, því stundum finnst mér alveg nóg að fá að koma á framfæri einhverju. En mér minnir nú í þessum þræði, ég man nú ekki orðalagið, þá svaraði ég nú einhverjum ábendingum konunnar þar sem ég vitnaði í orðalag sem ég hafði framsett áður. Já. Ef ég má aðeins útskýra hvað ég á við. Stundum segir maður eitthvað, það tekur kannski 3 setningar. Já. Svar þar sem fólk búið að ætla manni aðra meiningu en maður sagði. Af því að fólk les alltaf í gegnum eigin filter. Og það eitt sem ég geri þá gjarnan að ég vitna þá aftur í setninguna sem ég skrifaði fyrst, því ég tilenga mér að nota mjög nákvæmt orðalag. Já, þessi kona háskólamentuð, ég held að hún sé dýralæknir. Já, þetta mjög vel menntuð kona og þessi kona að gera mjög góða hluti. Já, ég kynst henni áður. Já, til dæmis á vettvangi dýravelferð. Þessi tjáning frá þessari konu fyrir mér sturlun, sko. Bara 10 skrefum lengra en geðveiki, sko. Já, ég nú ekki sammála því. Nei, hvað myndir þú segja þetta væri? Eðlilegt, heilbrigt? Ég var náttúrulega vísa ekki fyrir persónulegum bönum þannig. Og í þræðinum held ég hafi náð að stunda þokkalega gott stórsvik á skíðaferðinni niður þráðin. Þú ert óþolandi dipló, já. Það er svolítið ofalega í mínum huga að reyna að bera virðingu fyrir skoðunum sem flesta. Já, betur ég bara fulla virðingu fyrir skoðunum hennar. Ég var einmitt að hvetja hana til þess að koma með meiri rök og meiri staðreyndir. Þetta var skemmtileg glíma og millikar? Ég meina, hvernig get ég glímt vegna rökræðum þegar eina sem að ég fæ bara, já, mér finnst þú bara fíbl, sko. Já, en hvar þetta sem þú staðhæfir ég hafi sagt í vídeómyndinu, getur þú bent mér á mínútinu eða sekundunar á því? Nei, svona hatursfull umræða hentar mér ekki, sko. Ef einhver heyrir hljóði þá hann ljúfur minn að lepja vatn. Já, það góðu leið. Þetta heimilislegt hjá okkur en að víkingunum, við erum ekkert svona prjálaðar kanamellur. En setjum punkt þarna. Þess að, því eins og veist, ég vil helst ekki bauna á neitt. Já. Og eins og með þessa góða konu, hún að gera góða hluti til hans í dýravelferð og hún hefur skoðað einn af mínum hluti. Það held ég sé ekki rétt, því að dýraverndarmálin eru í Agenda 21 Codex Alimentarus dæmi þar sem bara það verður stoppaður allur landbúnaður í Íslandi. Það verður gert svo mikið regluverk og svo mikið vitleysa að það verður ekki hægt að stunda landbúnað. Hún á kafi að vinna í þeim verkefnum, sko. Ég þekki það ekki. Nei. En ég get ekki tjá mig það. Ég þekki það, ég mætti henni áður, sko. Af því ég náttúrulega maður með dýr, ég með húsdýr. Já. Og ég þarf að eiga samskipti við dýralækna. Já. Talsvert mikið að þeim. Og ég ekkert alveg sáttur við alla dýralækna. Ég hef tvisvar farið heim með hund sem fórnarlamb lækna mistaka. Já. Og það getur verið mjög sárt jafnvel að þurfa að eiga samskipti aftur við sama dýralækni sem hefur kannski skaðað hundinu þeim. Já. Og nú til að skrifa ég mikið og ég með vefsíðu sem heitir hundasport.is þar sem ég skrifa hundaþjálfun og hundauppeldi og þar finnur ekki neina baun á neinn dýralækni eða dýraspítala. Já. En ég gæti baunað, en ég leyfi mér það ekki. Nei. Af því sko í dýravelferð ég þekki gott fólk sem í dýravelferð sem að berjast fyrir hlutum í dýravelferð með öðrum áherslum en ég
hefur önnur sjónarmið í dýrauppeldi heldur en ég. En ég vil frekar berjast með þeim fyrir því að það sé einhver umræða meðal fólks dýravelferð. Hvort sem hún rétt eða röng akkurat í dag. En það nú eitt við þessa stjórnarskrá sem að stjórnlagaráði gerði, þá verið að setja réttindi dýra inn í stjórnarskrá. Og flestir halda það sé til þess að lyfta upp réttindum dýra, en það akkurat á hinn veginn, það til þess að ýta niður réttindum manna, niður til rétt dýra. Og ég veit ekki hvort þú hefur hort á þessi Agenda 21 vídeó sem ég verið að byrta í. Ekki í mun eftir því. Þeir sem að taka við vídeó sem ég að deila, sko, þeir þurfa svona 10 tíma á dag að komast yfir. Ég hef hort á góða Háskólanám bara leikskóli með að koma í skólan á frelsitíði, sko. Það sko, ég ég tek stikkpröfur á ykkur öllum. Ég svona búin að marka mér ákveðin sjóndeildarhring þar sem ég reglulega tek stikkpröfur, hvað þessi að segja núna og hvað að gerast þarna og reynir svona þannig að horfa á heiminn í gegnum nokkra prisma. Halda mér ákveðin. Það sem eða hvaða málefni sem að umræðan til góð. Við erum að horfa á samfélag sem fast í Games of Thrones, Desperate Housewives, útsölum í Smáralind, reyndum í stjórnmálin og hvað eigum að hafa í matinn í kvöld. Já, ertu ekki bara staðfesta það sem ég sagði áfram, þetta vonlaus barátta? Nei, alls ekki. Það til fullt af fólki sem hefur til þess að fylgjast með svona fígúrum eins og okkur. Við erum ekkert annað en bara fígúrur í þessari 5 þátta heimsmynd. Já. Gráður af 360. Menn sem að koma með eitthvað viðhorf, einhverja pælingar, sumt rökstutt, annað bara svona yfirlýsingar og erum að pósta efni, erum að reyna að hvetja fólk til þess að svara spurningum eða eiga við okkur samskipti af því við erum að reyna að stuða hugsun. Já, betur þú ert að fara að eyða öllu út? Já, ég að gera það vegna þess að ég er skítræddur. Já, við hvað? Vegna þess að aðferðafræði, hugsjón, tilgangur og viðhorf og framkvæmd á endurreistu þjóðveldi er beittasta ögrunin við vald lýðveldisins sem til á Íslandi í dag. En það eitt sem ég þurfti að gera fyrir sjálfa mig, og ég talaði við konun það með dauðan, sko. Ef maður hræddur við að deyja, þá getur maður gleymt því að vera í þessum bransa, sko. Ég er ekki hræddur við að deyja, ég er hræddur við dauðastundina sjálfa. Ég er hræddur við þann ótta sem að ég gæti yfirtekið mig á fyrir stundu, en ég veit að sál mín er eilíf. Já. Ég hef engar áhyggjur. Fólk verður náttúrulega að díla við það hver með sínum hætti, en það alveg frá því í Babylon, þá hefur mannkyn alltaf verið stýrt með ótta, sko. Þannig ef þú ætlar að beygja þig undir þann ótta, þá getur þú bara gleymt því að vera í einhverju baráttu gegn. Og flest af þessum ótta er falskur ótti, sko. Og ég meina, fólk alltaf að deyja daginn út og daginn inn, alls staðar í heiminum, sko. Það breytir engu hvort þeir með einhverja sjónvarpsrás eða tjá sig eða eitthvað. Þannig að það bara hluti af lífinu og það óbúslega óþægilegt að lifa lífinu undir skugga ótta dauðans, sko. Það ekki góður skuggja til að... Má ég svara þessu? Já. Má ég svara þessu? Ég að svara þess áður. Manstu þetta búi? Be water, my friend. Hvað segirðu? Já, einmitt. Já, ég svona frosið vatn sem að tekur sem svolítið hart í horn að taka, sko. Sko, hugmyndirnar að baki endurreistu þjóðveldi, þær ekkert að fara neitt. Nei, var það ekki þetta þjóðveldi sem kom okkur í vandan í upphafi? Ég sko ekki, í hvaða vanda? Þessum hópist af vanda sem við erum alltaf í og innheimt á skottum með valdi. Nei, það gerði það ekki. En þetta var allir því að ég var í hagsmunasamtökum heimilanna. Þá
og núna vilja þau náttúrulega ekkert kannast við að ég hafi komið með eiginlega allt inn þarna sem var gert, sko. Ég kom inn með hugmyndir greiðsluverkfall. Leið og við kynntum þær hugmyndir, þá mætti fullt af fólki til okkur til þess að ræða við okkur. Ykkur virkilega alvarið ætla að fara með alla í greiðsluverkfall? Og þá einmitt komu þessi fjósasveppir allir hana, mættu til okkar. Og ég sagði þarna mjög skýrt að það verður að fókusera á skuldabréfin sjálf og þau réttindi sem á bréfunum. Og til dæmis Gísli Tryggvason, talsmaður neytendavald, var að fá okkur að skoða eitthvað annað, gerðadóm, nei, sjáu þið hérna, sjáu þið þarna og sjáu þið. Og það alltaf sem blekkingar, þegar rétturinn liggur í bréfunum sjálfum. Og ég var alltaf að segja að við verðum að fókusera bara á það. Og það til dæmis það sem Andrea Ólafsdóttir fattaði strax. Andrea Ólafsdóttir rosalega klár kona, sko. Og hún tók eiginlega keflið sem ég var búin að leggja þarna upp og ég var stöðuri baráttu með þetta, sko. Og hún tók keflið og fór með það lengra, sko. Og það sama með þessi svona stærri mál, þjóðfélags uppbygging og fleira slíkt. Ég tel að það verður að fókusera á eiginlega bara tvennt. Það hópismi og innheimt á skatti með valdi. Hugsaðu þjóðfélag sem ekki með hópisma, ergo að það ekkert svona eitthvað hóphugtak sem stjórnar yfir einstaklingnum, einstaklingur stjórnar sig sjálfur, og það ekkert að innheimta skatt með valdi. Í þjóðskrá, í stjórnlagagrunni þjóðveldis, þar þetta tekið fram með skattheimtu. Það sé ekki hægt að innheimta hana með valdi. Og hvernig hann innheimtur það? Það hægt að setja ákveðna þvingun. Það vald. Já. Það hægt að setja ákveðna þvingun, en þú getur sniðgengið. Hvernig? Þvingunin sett fram þannig að það má meina þér notkun á atkvæðisrétti þínum á næsta þingi. Það vald. Það ægivald. Þú getur ákveðið að þú ætlar samt ekki að borga skatta og þá má bara meina þér næsta atkvæði líka. En þú ert ekki settir í fangelsi, það ekki settir á þér vextir, refsivextir, það ekki settir á þér neinar þvingunar aðgerðir sem takmarka frelsið þitt fyrir einfallega meinaðum þátt atkvæðisrétt í sameiginlegum ákvörðunum þings héraðs. Ef við tökum aftur myndlíkingu, og ég ætla að taka það fram með myndlíkingu, undirstrika með rauðu. Nauðgun aftur, er eitthvað til sem heitir mikil nauðgun og lítil nauðgun, eða? Það, sko, í sálfræðinni Nauðgun bara nauðgun, sko, eða ekki? Sko, í sálfræðinni, ég rætti til sambandi við sálfræðing í tengslum við kynferðisofbeldi barna, gegn börnum. Að þar sagði sálfræðingur við mig að það skiptir engu máli á hvaða stigi, eða hversu langt gengið varðandi kynferðisofbeldi gegn barni. Já. Það hefur alltaf þau áhrif að taka sálarlífið, eins og þú tekur blað og setur í tætara. Já, nákvæmlega. Það tilfinningarverði á skaðan. Já, þannig að hún í raun að staðfesta það sem ég segi, það ekki til neitt hugtak sem lítil nauðgun og mikil nauðgun, það bara mismunandi mikill líkamlegur skaði eftir verknaðinn, sko. En sálarlega, sviptingin og eignarréttinum jafn stór og hún byrja bara strax. Og sama með einmitt þetta, svona bara lítil hugmynd, að bara með því að þá missur atkvæðisrétti eða það hefur eitthvað svona refsandi áhrif, þá ertu komin með skattheimtu með valdi og hún virkar ekki. Hins vegar það sem að fólk sér ekki. Sko, núna sér það að stjórnmálaflokkar fóru núna og sagði, já, við ætlum að vinna að leiðréttingu lána. Og fyrir það fengu þeir fullt af atkvæðum. Og svo voru fullt af stjórnmálaflokkur sem sagði, já, við ætlum að gera óbærslega mikið fyrir aumingja. Við ætlum að hjálpa þeim sem minna mega sín í þjóðfélaginu. Og það voru svo mikið af fólki sem voru að greiða atkvæð út af þetta. Sem segir okkur það óbærslega mikið af fólki í þjóðfélaginu sem að bera mikið fyrir öðrum. Og með því að vera ekki að greiða skatt með valdi, þá myndi þetta fólk sem hefur svona miklar áhyggjur af þessu bara ganga í verkin sjálf. Já. Ég á þeirri skoðun að þessi grein í þjóðveldisgrunnlögunum segja þetta sama.
Og það hérna pínulítið vald sem að ég til dæmis vegna þess að sko, ef þú getur ákveðið sem borgari í þjóðveldi, ég ætla ekki að borga skatta. Þú færð enga refsivexti, þú ert ekki settur í neitt skattafangelsi, þér er ekki meinað það að vera eitthvað fyrirtæki, þér er ekki meinað það að starfa. Já. Þú segir ég ætla ekki að borga hana skatt og einu viðbröðin sem þú færð ekki að greiða atkvæði í þessu sameiginlega, þú ert ekki að borga í þetta sameiginlega, þá greiðir ekki atkvæði í þessu sameiginlega, þú ert hættur að tilheyra þessu sameiginlega. En hvað er þetta sameiginlega? Hver er það? Er þá ekki verið að segja að þú vilt til dæmis sko segja þig út úr þessum hópisma sem þingið og vera bara frjáls einstaklingur út af mörkinni, þá ertu það. Þú hefur algjört frelsi til þess. Já, ég sé fyrir mér sko meiri þjóðfélagsbreytingar en þetta sko. Ég sé hins vegar fyrir mér að fólk fyrir að gera alls konar samninga sko. Til dæmis þetta fólk sem hefur miklar áhyggjur af eldri borgurum til dæmis. Og athuga hvað þú ert með mikið meiri laun eftir að þú hættir að borga skatta sko. Og þegar að náttúruauðlindirnar eru fannar að borga beint til þegnana og það týnist alltaf allt saman í þessum millifæslum sko. Að það er kannski hópar af fólki sem að vill hugsa eldri borgara. Og verður. Já, og þá náttúrulega geta eldri borgarar hugsa töluvert sig sjálfur þegar þeir eru með bréf upp á sinn hluti í náttúruauðlindurum, þannig að þeir eru jafnvel miklu leyti sjálfberga sko. En ef það vantar eitthvað upp á, þá er alveg pottþétt fullt af fólki sem myndi bara stofna á eitthvað fyrirtæki eða myndi eitthvað segja, já, við ætlum að hjálpa þessu fólki hérna og okkur vantar eitthvað svona framlög. Og þá er bara að borga beint til þessa fólks og nú ef það er eitthvað klúðurslegt eða fólki líst ekki á, þá hættir það bara að borga og þá er málið dautt. Og svo til dæmis með svona verkefni, svo nú þarf kannski að reka eitthvað sveitafélag eins og Kópavogur til dæmis, þá geta þeir sem búi í Kópavogi þeir geta það bara sagt ok, okkur vantar þessi þjónustuverkefni þetta árið og svo er það bara búið út og þá þetta er allt sem hann gert að þessum einstakling basis og þessum sjálfboðaisma eða voluntarisma og og ég tel að það þarf að taka allt ofbeldi og þvinganir út. Flestir skilja það í þessu litla og þess vegna skilja ekki konur sem hata mig svona út af lífinu af því þær hljóta að skilja það að á heimili þeirra er ofbeldi ofboðslega slæmur hlutur. En hins vegar eru þær alveg sáttar við ofbeldi í hinu stóra. Það er alveg sáttar við það að sé ykkur menn með vélbyssur að fara að sækja skattana þannig að þær geti sittið heima og drukkið brennivín eða eitthvað. Þetta eru ekki að fara að vinna. Stefán Móli hefur nú tjáð skoðanir á þessu. Já, það er allir búin að fá nóga kettlingum sko. Það er bara komið alveg hingað sko. Hann vill meina að samræðan í samfélaginu sem er að gagnrýna karlmenn sem beita ofbeldi sé að gleyma því að þeir eru aldrei upp á mæðurum sem að beittu þá andlegu og eða líkamlegu ofbeldi. Já. Og hann líka bendir á það sama og PMTMR bendir á, hann kallar sig P-monter eða eitthvað sliðis. Já. Og að það má ekki ræða konur af svona vissri forneskju, vissri tegund af forneskju, öðruvísi en allt verið brjálað. Það má bara ræða samskipti kynnin á einn hátt í samfélaginu í dag. Já. En hins vegar það sem Stefán hefur gert sem er náttúrulega mjög athyglisvert, hann hefur bara bent fram á tölfræðilega staðreyndir. Það er staðreynd að konur beita börn mestu ofbeldi á heimilum þeirra. Það er tölfræðileg staðreynd. Og hann er að segja síðan eru þessar kettlingar í öllum fjölmiðlum út alla trissur vælandi yfir því ofbeldi sem þær verða fyrir, konurnar. Og hann er að segja að aðstaða kvenna og aðstaða barna er gjörsamlega óleg. Það er ekki að bera það neitt saman af því að börn eru gjörsamlega varnarlaus og þau völdu sér ekki þetta heimili eða þessa foreldra. Hins vegar konur
velja sér þau sambönd sem þau eru í og þau eru ekki föst, það eru ekki fastar, það geta farið sko. En börnin eiga bara erfitt með að fara. Ef maður vitna aftur í sálfræðinginn frá því áðan, Já, þið sagði við mig einhvern tímann það eiga sér aldrei kynferðisleg samskipti eða ástarsamskipti öðruvísin að konan gefi það fyrst í kynna að það sé leyfilegt. já, já. Þá á hann við allt annað en nauðgun. Og ég var nú ekki alveg sáttur í þetta því það er oft talað eins og bara dæmi, þú gefur konu til kynna að þú er áhuga á henni með því að bjóða henni í glas. Já, betur það er ólöglegt núna, ef þú gefur konu í glas þá er þetta dæmað í fangelsi. Kynferðislega áreitni. Nei, samkvæmt vændíslögunum. Já, ég meina það er greiðsla. Ég vona að rétt hugsandi konur sé ekki að horfa á okkur í dag. Já, ég er bara alveg til í að horfast í augu við hvaða konu sem er og tala þessi mál. Ég meina, ef að fólk talar eins og hálfvitar þá, hvað á maður að gera? Maður hlaupa út í horn og hægt að þora að tjá sig hvað mann sér og hvað mann finnst. Ég meina, ef einhver kona, ef segjum að allar konur á Íslandi fara að segja mér að 2 + 2 = 5 og ég bara beygja mundi það. Hvernig það? Hvað segir þið? Auðvitað átt að gera það. Nei, ég ætla ekki að gera það. Þannig að þú átt sem sagt konu sem að þú færð það hjá. Ég er bara ekkert í þannig líkanlega lendi ég ekkert í þannig desperasjónum sko. Ég hef einhvern veginn alltaf ekki verið í þeirri deildinni sko. Og ég hef alltaf átt rosa mikið af góðum vinkonum alveg frá því ég var bara krakki sko. Þannig að það hefur aldrei verið eitt vandamál hjá mér sko. Það má nú ekki samt ekki dvelja of lengi á vinasvæðinu. Það er takmörk fyrir því hvað kallmaður þolir að heyra oft og þú ert svo næs. Já, ég eins og lærði það mjög fljótt að semja við konur. Ef mér langaði eitthvað meira það bara hvað segir að við tökum þetta skrefi lengra? Þannig að það hefur aldrei verið eitt vandamál hjá mér sko. En það hefur auðvitað verið vandamáli bara að ég var fyrir svo rosalega ofbeldi sjálfur að ég átti erfitt með bara alls konar samskipti sko. Og ég valdi mér yfirleitt vestu gerða konu sem í boði var sko. Átti alveg fullt af fullkomlega heilbrigðum vinkonum og ég valdi einhverjar konur sem verið fyrir séð að voru gjörsamlega handónýtar sko. Ég tek undir þetta allt saman. Hvað segirðu? Ég tek undir þetta allt saman. Það snýst ekkert konu, það snýst bara mig. Það snýst yfirleitt bara hann sjálfan, hvað maður stattur sjálfur. Ég áttaði mig á því að ég væri vanhæfur til þess að afla mér ástarsambanda sem að væru rétt fyrir mig, svo ég bara afgreiddi þann pakka og sagði blessu hann. Snýri mér að pælingafræðum í stæðin. Já. Svo hundauppeldi. En það er náttúrulega eitt sem er líka gjörsamlega búið að eyðileggja, það er þessi samskipti kalla og kvenna sko. Og ég er ekkert að segja, þegar ég er að tala um kettlinga, þá er að tala um kallmenn líka sko. Þeir eru alveg jafn handónýtur og konunnar sko. Eitt sem að kemur upp í hugan sem er allt og lítið fjallaðum. Já. Ég mætti nú alveg gera því ykkur skil sjálfur í skrifunum mínum. Það er, sko núna er 2014. Já. Og það er gríðarlega stór hópur kallmanna núna nálgast meðan aldur í samfélaginu hér á Íslandi. Já. Þeim er alin upp af mömmu sinni. Já. Án kallmannsfyrirmyndar eða kallmannsfyrirmyndin er seinni maður. Já. Eða jafnvel þriðji maður. Já. Og ég er að finna það í samræðum við kallmenn út í samfélaginu að þeir eru dálítið týndir, dálítið áttaviltir, dálítið reiðir, en samt sko, og einhvern veginn án getu til þess að marka sér rými. Þeir eru allir uppteknir af því að taka feðraorlofin sín og heima með veiku barni og sigla milli skers og báru og vera jafnvel miklu meira dipló en ég. Ég er reyndar ekki dipló út af þessu, ég er dipló út af öðru.
Já, ég reyndar að tella mjög jákvætt að kallmenn séu heima hjá börnunum sínu. Ég til dæmis sæki rosalega í það að vera heima með börnunum, sko. Ég er ekki að meina það. Ég er að meina sko menn sem að ég hef unnið með út í atvinnulífinu sem eru heima með veiku barni að taka feðraorlofin sín eða gera önnur skyldurhlutverk af því að það er ætlast til þess að þeim. Og þeir hafa ekki innri styrk til að ákveða það sjálfur. Já. Reyndar er ég með töluvert á ungu fluggáfuðu fólki á Facebookinni hjá mér, sko. Og ég reyndar hef alltaf átt rosalega mikið, til dæmis þegar ég var á Íslandi, voru flestir vinir mínir milli 20 og 25 ára, eða jafnvel yngri. Ég var í kirkju og það er svona svolítið annar dynamik heldur en í þjóðfélaginu, sko, það sem allt er sett í skókassa. Og ég átti töluvert af vinum. Og ég upplifi þetta meira þannig, ungir kallmenn, þess vegna er ég að kalla þá kettlingar, að því að kallmenn og konur eru aðeins öðruvísi, kallmaðurinn fer og byggir hús og hann fer og veiðir í matinn og hann sér að verja heimilið og fleira slíkt og konan sér að heimilið sé í lagi og fleira slíkt og ég stundum lýst þessu sem er dæmisög, til dæmis segjum að sé eitthvað börn í heimsókn hjá okkur og börnin lemja börnin okkar, þá mun konan mín díla við það, skilur. Ef að börnin okkar er að leika út í garði og það kemur einhver fullorðinn bara af götinu og slær barnið mitt utanundir, þá fer ég út með kúbein, og exi, kúbein í annari og exi í hinni, Kona mín mun ekki díla við það, Ég mun díla við það. Og flestar sambúðir, sambúð ung fólks í dag verður bara svona einhvern veginn tvær kettlingar, skilur. Já. Það er kunna allar að díla við eitthvað svona innanhúsmál, en ef það kemur einhver ógnuna utan, þá bara, hvað er kúbein, sér? Hvað er það? Og exi, til hvers er exi notuð? Það bara. Þannig að og þetta er þjóðfélagshönnun, þetta er hannað svona. Já. Það er hannað þannig að allir séu kettlingur og meira segja er bisfenol A í öllu plastinu og í matnum til þess að kallmenn verði kettlingar. Tölum aðeins eitt samsæri. Já. Vegna þess að við erum í raun og veru búin að vera að flysja utan að því. Já. Samsæri sem á upphóst hjá Evu. Já. Hvort er það kallmenn eða konur sem er upptekin af því að líta í spegil þegar gengið fram hjá hann? Kallmenn? Nei. Nei. Hvort er það kallmaður eða kona sem er sífellt að máta föt og athuga hvernig hann lítur út í fötunum? Nei, þetta er allt saman konur. Hver er sífellt að leita að rétta farðanum til þess að andlitið líti rétt út? Já. Hvort kynið er sífellt að athuga hvaða hárgreiðsla fari sér best? Hvort kynið er sífellt að nota orðalag og setningaskipan til þess að tilkynna samfélagi sínu hvernig hún hugsi eða hver hún er? Já. Hvort kynið er uppteknar af því hvernig aðrir sjá sig og upplifa hann. Já. Er það ekki annað kynið? Já. Og hvort kynið er sífellt að segja kallmönnum hvernig þeir raunverulega eru? Nei, afsakið, ég orðaði þetta skakt. Hvort kynið er sífellt að segja hinu kyninu hvernig það raunverulega sé að hugsa? Já. Einn punktur sem að til dæmis fyrstundum fram hjá okkur, af því að þið eru að segja þessi samsæri. Já. Hvor segir oftar, kallmenn eða konur, eftirfarandi setningu? Kallmenn eru með heilan á milli læranna. Já. Hvort kynið er, sjálfræði, þú talar það sem þú hugsar Já. Og hver er alltaf að segja að kallmenn hafi heilan á milli kynfæranna, hver ætlar aðra sig? Margur heldur sig mig. Nei, hvernig er þetta? Margur heldur mig sig. Margur heldur mig sig. Þetta er samsærið. Já. Þetta er nákvæmlega sama höfður. Klæðaskápurinn,
hárgreiðslan, sminkunin eða nota orðavald til þess að segja karlmönnum, já þið eruð að hugsa svona, þið eruð að hugsa svona, þið eru svona, þið eru svona og þið eru vond. En á sama tíma er verið að segja, þið eru líka vondir við okkur því að þið eru að stjórna fyrirtækjunum og stjórnmálunum. Já, já. Það er það eina, við erum þar að því vorum aldir upp af mæðurum okkar til að verða þannig. Já, ég reyndar alveg upp á konum, sko. Ég líka. Það er ekkert örlög. Það er ekkert skrítið að við erum að sjá í gegnum samsærin. Já, já. Vegna þess að þetta er samsæri. Sko, það er oft talað já, þetta er svona patriarkal, pyramidikal samfélag. Nei, þetta er matriarkal samfélag. Uppfullt af sjálfsblekkingu. Konur elska sjálfsblekkingar og að líta rétt út. Og þannig hafa þær hannað samfélagið. Já, já. Við höfum verið undirokaðir frá Adam. Þetta er syndafallið. Eða ein útgáfa af því. En þú veist það líka, já. Þú klippir þennan bút úr myndbandinu svo ég verði ekki tekin úr beinu á næsta. Ég klipp ekki, það fyrir allt live, sko. Já. Þá er ég búin að vera. Nei, er ekki tjáningafrelsi? Nei, allir segði ekki. Já, ég reyndar vel giftur með konu sem með höfuðið í lagi, þannig að ég kannski, þú ert kannski að leita að maka, ég veit það ekki. Ég löngu eftir því. Já, ok. En það varð óvart í Survivor, þá varð allt í einu svona social experiment, sko. Þá tóku þeir í einu þættinu og skiptu þeir hópnum upp í tvennt, kalla og konur, sko. Og settu þau á sikkur eiguna, sko. Og kallaði, það var bara eftir 2 daga var allt komið í order þar, veist það bara, já, heyrðu, ég er svona áhuga að veiða, já, heyrðu, gott, þú sérðu það, já, ég var að vinna í byggingavinni í gamla dag, já, þú sérðu það. Og svo bara var komið skýli og, veist, það var bara veitt alltaf nóg mat og ekkert kjaftaði, sko. Og svo var á hinn eiginu, það voru kettlingarnar, sko. Og það var ekkert skýli, það var ekkert veitt og þar voru bara næstu við hungurmörkin, sko. Það var ákveða sviss á milla þannig að það myndi nú ekki svelta til dauða, sko. Og allt í nefndum? Já, allt bara, já, herðu, hún er ekki að gera neitt, sko, þessi hérna, já, nei, hún er ekki að gera neitt bara, og já, nei, þessi hérna bara, það var allt svona bara, og veist bara, kjaftaði, sko, bara Ísland í dag, eitthvað. Og svo víxluðu þau, sko, hvort það var 1 sem fór á milli eða 2 eða eitthvað svo leiðis. Og kallarnir sem komið var á konegin var bara, byrju, hvað er í gangi hérna? Veistu, og hann var alltaf settur strax í að laga allt, sko. Og svo komu kettlingarnir yfir á kallegin og það var bara, já, heyrðu, vá, æðislega, getur fengið aðeins meiri mat og svona. Veistu, það gerði ekki neitt, sko. Það bara mættu og það var veitt fyrir þar og þannig bara húsið fyrir ykkur og allt reddi, sko. En svo byrjuði þar að nöldra helling og manipulæra kallan og það enda allt saman í vitleysu líka þar, sko. Það er eitt sem að ég veit leið mér að klára það. Það er ástæða fyrir því að allar siðminningar mannkins hafa komist að þeirri niðurstöðu að þið kettlingar sitið út í horni með skýli yfir hárinu og haldi kjafti. Það er ástæða fyrir því. Axel er að segja þetta. Já, þetta er söguleg staðreynd, ég er ekki að segja þetta. Mannkynssagan er að segja þetta. Það er eitthvað ósátt við það að bara rífist við mannkynnssöguna, ekki mig. Og svo líður konum ekkert vel í þessum ömurleitum. Ég meina, þær voru á þessari eyju einar að rífast hver við aðra hverjum þetta var að kenna. Og þær voru nánast hungumorð og þeim leið ekkert vel. Nú höfum við báðir trúarlegan bakgrunn. Já, já. Þú ert með kristinn bakgrunn og ég líka kristinn bakgrunn, bara aðeins svona smá áherslumunur á milli fylkinga. Já, einmitt. Sikkurt fyrirtæki. En í söfniðurinn það sem ég var, þar var alveg hreinar línur. Ég var nú þar bara í 3,5 ár eitthvað svoleiðis. Já. 3. Þar voru hreinar línur, konur eiga ekki að ráða. Nei. Og þarna var hins vegar tekið svo annað skref að því núna eru allir feministar alveg brjálæðir og örgulega farnar að horfa á Desperate Housewives í staðinn fyrir okkur. Mitt, verðum að góðu. Já, þegar þeir hafa tekið annað skref. Hvað þýðir þetta? Það þýðir að karlmenninir þurfa að axla ábyrgð. Já. Og það þýddi meðal annars að þeir þurftu að hlusta á konur sínar og stundum að taka ákvarðanir sem að þeir sjálfur voru ósáttir við. Já. Og það var mikil vinna lögð í að kenna karlmönnum að
bera þetta vald af ábyrgð og virðingu. Nú ætla ég ekki að fara að segja það að þetta sé rétt hugsun. Ég var þarna fyrir 25 árum og ég á öðrum stað í dag. En konurnar í þessum söfnuði, 90% staðum, voru sáttar við þetta. Hvers vegna? Þeim leið vel þetta. Margar þeirra voru meira að útskýra þetta, kenna þetta og útfæra þetta. Margt mjög vel greindar, vel menntar, vel lesnar konur sem voru mjög virkar í því að ræða trúmál. Og vildu þetta. Hvers vegna? Það vilja, konur vilja karlmenn, það svo einfalt. Tökum Íslam. Ég hef hort á alls konar fyrirlestra á netinu þar sem fólk í Íslam, bæði menn og konur. Þetta nú 1200 milljón manns. Ég þekki múslímakonur sem búa fyrir botni Miðjarðarhafs og ég þekki múslímakonur sem búa vestanhafs, bæði í Kanada og Bandaríkjunum. Ég hef mjög gaman af að tala við múslíma. Ég hef mjög gaman af að setja mig inn í þeirra heimsýn. Og ég að upplifa frá múslímakonum mörgum að þær að tifta eða ala upp kallana í kringum sig til þess að þeir taki sér þetta vald. Þær vilja að þeir taki frumkvæði. En þeirra ung stúlka, bara rétt tvítugt, mjög mikil áhuga kona tísku og mjög virk á YouTube að liti og svona dót. En hún sýnir það beint, ef þú karlmaður sýnir ekki frumkvæði í trúmálum og hugsun, þá hef ég engan áhuga þér. Nei. Bara þannig. Já, ég get sagt þér, ég var einmitt í svona íslensku samfélagi. Þá var ég mörg ár svona náttúrulega alveg upp á konum, skilurðu. Svo var það eitthvað svona cirka 30, svona kringu 30 held ég. Það þá fyrir 20 árum. Þá fór ég í nokkru Evrópuferðir og svona, það gerðust óbúslega mikla breytingar í mínu lífi. Mér tókst einhvern veginn að brjóta af mér þessa kettlingaskemmdir sem ég varð fyrir í barnæsku. Og ég fann einhvern veginn karlmennsku mín aftur. Og ég fór einmitt að vera svona karl sem konur elska að hata. Og náttúrulega maður svona náttúrulega í þessum kirkjum, það rosalega mikill félagsskapur, maður alltaf að kynnast fólki og það svona alls konar heimboð og maður rosalega miklum samskiptum, Og eftir þessar upplifana mínu þegar ég fann sjálfa mig, þá fór ég bara að tjá mig eins og karlmenn, ég vil bara byggja hús og veiða í matinn og ég vil bara vera karlmaður, svo vil ég fá prinsessuna mína og þá allt tilbúið og fleira slíkt, skilur. Og ég vil bara hafa þetta í lagi, ég bara karlmaður og ég skammast mín ekkert fyrir það. Og ég fór að kalla mig kallrembusvínið og bara alls, eitthvað sagði, já, þú kallrembusvín, ég sagði, já, það flott. Það flottustu svínin, Og merkilegt að í framhald af því var töluvert af konum sem að vildu bara giftast mér eða vildu bara ganga í samband með mér eftir þessa breytingu, Fram að því mættu bara konur upp á dekk sem voru svona bara, eitthvað svona, ekki bara vera vinir og svona. Þarna mættu bara konur sem vildu bara, já, ég vil bara stofna heimili með þér og vildu bara. Þannig að það að vera karlmaður virkar enn þann dag í dag. Flestar konur að leita að karlmanni. En að sjálfsögðu karlmenn sem beita konur ofbeldi eru heimskingar. Það bara, það er ekki að tala um það. Það eru kettlingar, hugleysir karlmenn. Ég sammála því. Ég hef beitt konu ofbeldi og ég var huglaus auðningi á þeim tíma. Já. Ég hef reynda bara gert það eitt skipti og ég var fyrstur manna til að játa þá synd því ég vildi fá refsingu fyrir það. Ég veit sjálfur hvað ég gerði. En ég reynda lenti mjög slæmum aðstæðum. Ég kom að konunni með karlmanni og tapaði stjórn á mér út af því. En það ekki hvað ég gerði. Nei. Og ég tók það sem áminningu frá lífheildinni, heyrðu, þú ert ekki á réttri braut. Nei. Hér þarftu að ákveða hver þú ert og hvað þú ert. Og það líka eina ástæðan fyrir því hvað ég upptekinn af því í dag að leita alltaf að öðru sjónarhóli, vegna þess að ef við erum svo uppteknir af því að við séum eitthvað sem við höldum að við séum, þá veitum við ekki hvað við erum.
Ég fékk mjög alvarlega áminningu með það. Já, já. En hins vegar sko, einmitt öll þessi dæmi sko, það alltaf verið að það eru 2 sjúkir sem búa í sömu á sama stað, 2 alvarlega sjúkir einstaklingar og svo einhverjar, endar það alltaf einhverju vitleysu, svona ofbeldisrugli bara. Og niðurstaðan alltaf svo að það bara karlmaðurinn sem allt honum að kenna sko. Jú. Þetta er bara svona drullu pakki sem endar alltaf í ósköpum sko, og ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn. En hvert fyrsta skref heilunar? Það eitt vídeo, veit ég verið að segja, þá stóð svínið upp og labbaði heim á leið. Ég fékk áminningu að það væri ekki allt í lagi innan í mér. Já. Ég kendi verið sjálfum mér að það væri ekki allt í lagi innan í mér. Já. Og það fyrsta skref heilunar. Hvað gerir alkóhólisti, sem virkur alkóhólisti og vill verða óvirkur alkóhólisti, hann stendur upp og segir alkóhólisti, ég þarf heilun. Og lítu á samfélagið í gær, eins og þú varst að tala ákveðin spjallþráð þarna áðan. Já. Ég til dæmis af konum í dag sem eru tilbúnar að segja, heyrðu, ég búin að eyðileggja uppeldið á börnunum mínum. En það konur viðurkenna aldrei neitt sko. Akkurat. Það gerist aldrei sko. Og synir þeirra ekki heldur. Synir þeirra bera ævarandi tjón á bakinu og munnu. Og hvert þó fyrsta skrefið til heilund fyrir þetta samfélag, fyrir þetta sjúka samfélag? Það fyrsta náttúrulega upplýsing, ég svo kallaði ljósið sko. Fyrsta sem þú átt að gera að segja á ljósið sko. Og ég á þeirri skoðun að þú getur ekki tekið skref til upplýsingar nema viðurkenna að þú hafir líka öndverða skoðun innan þér. Ja, það reyndar aðgerðin sko. Aðgerð og hugsun eða ljós tvennt ólíkt sko. Fyrsta sem að fólk þarf eiginlega að gera að átta sig á því að það þarf að átta sig á því fyrir mér var það gríðarlega mikið lækning þegar ég áttaði mig á því hvað uppeldið mitt og skólinn hafði skaðað mig mikið. Hvað ég sat uppi með mikinn sársauka eftir það ógeð. Já. Og þegar mér tókst að horfast í augu við það, þá gat byrjast ákveðin lækning sko. Og losnaði þessi spenna eins og væri tekin sko rýtingurinn úr bakinu. Akkurat. Með öðrum orðum, þú þurftir að opna augun fyrir því að það var ekki allt í lagi. Þú þurftir að sjá það. Já. Og næsta skref þú þurftir að taka farðan úr andlitinu og viðurkenna það fyrir þér. Já. En ég hef reyndar sko, ég get, þú varst að tala framhjáhald sko, ég hef lent 2 eða 3 í því að vera í sambandi sem endaði með framhjáhaldi. Mér var alveg sama, skilur. Það bara svo gott sko. Veist, ég brást ekki einu sinni reiður við og það særði mig einu sinni. Sem sýnir mér það náttúrulega að ég var í sambúð með konu sem ég bar enga virðingu fyrir sko. Já, og kannski barstu ekki virðingu fyrir sjálfum þér. Kannski. Nei. Ég var bara nákvæmlega saman. Stórt kannski. Þetta stórt kannski. Nei, ég held að það hafi nú ekki verið skortur á sjálfsvirðingu sko. En nú erum við komin hringir, við erum komin aftur á siðferði. Já, ég meina fyrir mér, þetta eru bara handónýtt sambönd þar sem allt í vitleysu, það skiptir kannski engu máli hvernig drullan vellur út, sko. Sko já, ég alveg sammála því að menningin eins og hún í dag eitt risastórt haughús og það farið að flóða út. En mér langar að höggva siðferði aftur, ef við bara aðeins má heimsækja það. Já, gjör svo vel. Og ég veit ekki hvort að ég þori að fara út í 2 menn í klefa að nauðga hvort öðrum og víxl. Það Stefán, skamma Stefán fyrir þessa dæmisögur. En það til fólk sem vill láta nauðga sig. Nei. Jú, það til. Farðu inn á fettalife.com. Já, það Það til fólk sem að sækist í það að vera beitt á ofbeldi. Það er með leynuorðið, það ekki? Já, það með leynuorðið upp á hvenær þú ferð yfir ákveðin mörk.
Já, en nauðgarinn ekki minni leynuorð, þannig að það ekki sami hluturinn. Nauðgarinn beitir valdi. Ég hef heyrt, ég hef lent í alls konar samræðum við fólk þetta fyrirbæri. Já, sko, þetta fólk að leita í, þetta er svona meira kinky stöf, sko. Þetta ekki... Það er alveg rétt. Mér langar að koma að því að koma upp í heilan á mér, hausinn á mér langar að koma inn á framfæri vegna þess að kannski mun einhvern tímann einhver kona hafa þolinmæði til þess að fara í gegnum þetta spjall okkar. Nei, það mun aldrei gerast. Ég gleymdi því það alla löngu farnar. Sko. Ein vinkona mín sem er heimsborgari og býr í París, hún er fædd í Indokína og var fædd þeim árum þegar Indokína var franskt. Já. Og þetta er konan sem er eldri en við en ferðast mikið og er viðförulskona, var til dæmis gift lengi manni sem býr í Bandaríkjunum, verkfræðingur sem er Egypti og svona heimsborgara fólk. Já. Hún lenti í því að seint kvöld í París, þá var hún króuð af og inn í húsasund með hana og það var maður sem ætlaði að nauðga henni. Já. Nema hún hafði þá nýlega, eða kannski löngu, lesið sér til aðeins svona hluti, hvaða psychopathic behavior þetta. Hún vinnur nú einmitt í svona social studies vinnu. Hún brást við með því að gefa eftir og segja við hann, hvað viltu, ég skal gera hvað sem sem þú vilt. Já. Og hann misti standpínuna og hætti að nauðga. Já, þetta ofbeldi, sko, þetta ekki kynlíf. Hún var henni var ekki nauðgað en hún náði að bregðast við á þennan hátt áður. Hún var vatnið. Já, já. En ég nefni þetta náttúrulega sumt fólk, sko, ég var til dæmis þannig, ég sótti í tilfinningasamband við konur sem voru líklegar til þess að vera með svokallað emotional abuse. Ég kann ekki segja þetta. Það gerir reynda drengir sem aldrei upp á konum, sko, þeir vilja meira af nauðgun, meira af andlegu ofbeldi. Já, þetta andlegt ofbeldi, vera beittur andlegu ofbeldi af konum. Ég sótti í það. Það sama með allt, sko, það sama og með börn alkohólista, þau sækja í alkohólista, þú sækir alltaf í fyrsta hús. Fyrsta samband, þá sækjur í húsi sem þú ólst upp í, sko. Þangað sækir klárinn þar sem hann var kvaldastur. Jú, nákvæmlega. En siðferði, sko, mér langaði nefnilega að afgreiða einn punkt í sambandi við siðferði áðan þegar við vorum að ræða það í upphafi. Já. Og ég held að það sé ein af mörgum ástæðum fyrir því að samfélagið okkar í dag er á villigötu. Já. Og það að við erum svo upptekin af að ákveða fyrirfram og standa með því svona ákvörðun hvað gott siðferði er. Við erum búin að ákveða fyrirfram hvað gott siðferði er og við í stað þess að reyna að finna út hvað er gott siðferði með rökum, þá notum við rök til þess að rökstyðja þá hugmynd sem stjórnar okkur að sé gott siðferði. Var þetta of flókið? Nei. En Við erum búin að ákveða að nauðgun sé röng og við notum öll hugsanleg rök til þess að rökstyðja þá fullyrðingu. En er náttúran þessu sammála? Já, þarna kemur aftur inn á stjórnarskrána mína sem sýnir hvað hún er víðtæk þótt hún sé stutt. Að nauðgun snýst eignarétt, sko. Að nauðgun þýðir að það verið að rjúfa eignarétt einstakling, sko. En það er hugmynd, þetta er allt sem hann hugmyndir. Nei, það er ákveðin staðreind. Hefur náttúran hugmynd að eignarétti? Við erum ekki beljur, sko. Já, það er kannski einmitt eitt af því sem er að hjá okkur, er að við erum búin að gleyma hvernig það var að vera belja. Nei, ég held að við flestir þú ætti bara að fara niður í bæ helgi í Reykjavík til að sjá það. Þannig að það er ekki búin að gleyma því, sko. En sjáðu nú aðeins. Nei, þarna ertu komin út í villu, sko. Það er, fyndu þá fyrir með belju sem getur diffrað og tægrað. Hver segir að við þurfum að diffra og tægra? Ég var að segja það.
Nei, þess að þarna til dæmis meðvitundalaus maður það hjúkrunarkona á spítalanum sem fer á hann og það kannski stendur á hann eitthvað svona og hann lætur hann klárar verkið við förum út í svona kinkistöð það er nú kvöld sko hjúkruna fer á hann og klárar sig en maður var meðvitundalaus sko síðan kærir hjúkrunarkonan fyrir nauðgun myndi það standast fyrir í þínum siðferðislega hugarheimi til dæmis Ég veit þetta er svona já eða nei sko spurning já eða nei Neitt að svara ok, nú ert þú dómari þú ert að dæma þessi kona fyrir að kæra þennan mann fyrir nauðgun sem var meðvitundalaus á sjúkrahúsi og það var klárað og allt svoleiðis myndirðu segja já, þessi maður á að hljóta refsingu fyrir nauðgun á þessari hjúkrunarkonu Var hann gerandi? Hann var meðvitundalaus sko búin að vera í marga mánuði Þá gat hann ekki verið gerandi Nei, nákvæmlega og það það sem að við höfum umfram dýr þessi meðvitund consciousness við erum með meðvitund við erum meðvituð ákveðna hluti þess vegna getur meðvitundalaus einstaklingur aldrei verið ábyrgur fyrir neinu en leið og manneskjur eru komna með meðvitund þá eru þær ábyrgar gerða sinna Já, en ég beljur, hundar, hestar og kýr eða hvað þetta heitir allt saman þessar verur, yndislegar verur þær eru allar meðvitundarlausar til dæmis ef að hestur yfirbugar manneskju þetta kæra hestin fyrir nauðgun eða naut sem stangar eitthvað sem í rauðum frakka þetta ákæra nauti fyrir morð Þú ert að tala munin á annars vegar awareness og hins vegar cognitive comprehension. Ég að tala consciousness, að vera conscious. Að hafa það heitir á íslensku meðvitund. Ok, ég ekki alveg viss með þarna hugtakaskilgreininguna, en sko cognitive consciousness eða cognitive hvað kallaði ég áðan? Cognitive segjum bara consciousness, já. Munurinn á consciousness og awareness. Þú vilt meina að dýr hafi ekki consciousness en nú vitum við að þau hafa awareness. Vegna þess að sko við vitum það að dýr vita þegar það vona á rigningu til dæmis þau skynja alls konar viðurfærsleg fyrirbrigði dýr sko önnur spendýr eiga tjáskipti og þau nota ýmist tákn til þess að eiga tjáskipti og það þýðir að þau geta ekki haft tjáskipti og myndað hóp nema hafa einhvers konar tungumál og þar með meðvitund beitingu þess Þá geti ég sagt að sama þennan mann sem var veikur á sjúkrahúsinu og framkvæmdi þessa nauðgun. Ég get sagt að hann var með líkamlegt ástand sem gat olli þessu ástandi, nauðgunni, sem hlýtur að þýða að hann var meðvitaður það að hann var að nauðga þessari konu. Ég held að þessi samlíking eigi ekki við. Sama ef að þú ferð með ef það mjög kalt í herbygginu þá mun hann verða lasinn sko. Það var nú, þetta minnir minn reyndar á, það var einhver eldri kona, þetta er bara kjaftasaga sem ég hef heyrt, að það var einhver kona sem að kærði mann fyrir ósiðlegt athæfi vegna þess að hann átti það til að spranga íbúðina sína nakin eftir hann kom úr sturtu. Já. Þegar lögreglan fór að skoða þetta var einhvers staðar í Vesturbænum, þá kom í ljós að eina leiðin fyrir hana til að vita þetta, að svo ef hún fer inn í tiltekið herbergi, færi þar upp á koll og horfði út gluggann sinn efst í hægra horni, þá rétt náði hún að sjá inn einn glugga hjá honum. Kettlingar. En ég ætla að lesa hérna fyrir því, að við vorum að spá í þessu hugtaki, consciousness enska orðið.
Consciousness is the quality or state of awareness, or of being aware of an external object or something within on oneself. It has been defined as sentence awareness subjectivity, the ability to experience or to feel wakefulness, having a sense of selfhood. And the executive control the executive control system of the mind. Despite the difficulty in definition, many philosophers believe that there is a broadly shared underlying institution about what consciousness is. Að sjálfsögum maður alltaf túlka þetta í allar áttir eins og allt annað, sko, en ég held að það hægt að sýna fram á það með vísindalegum hætti að við erum öðruvísi en dýr. Hugur okkar fungerar öðruvísi heldur en hugur dýra. Ég held að það sé hægt að sanna það nánast með vísindalegum hætti. Þar með ekkert að segja að dýr hafa fullt af skynjunum og þau hafa fullt af samskiptum, en sko, við erum með 3 hluta breina. Við erum með hérna reptile brain, við erum með endalausar samræður á milli hægri og vinstri, og síðan kemur þriðja mennskan, hérna epoxíð og augað, sko. Að dýrin eru bara með þennan hér, sko. Fólk sem með heilaskaða alveg niður í þennan hérna, það getur sýnt alls konar viðbrögð, það getur blikkað, verið í einhvers konar tjáskiptum og það bregst við umhverfi. En við getum ekki gert sömu kröfur á það fólk eins og fólk sem við fulla meðvitund. Eða hvað? Þegar maður aftur kemur að siðferði, hvaða kröfur ætlum við að gera, og erum við búin að ákveða fyrirfram, og erum við að nota rökin til að styðja það sem við erum búin að ákveða fyrirfram, eða erum við að leita svara? Hvað er rétt eða rangt? Hvað er gott eða vont? Er ég að leita því að sýna fram á að vitund mannsins sé á einhvern hátt æðri vitund dýranna eða ekki? Þetta er fullt af fólki sem getur haldið margra klukkutíma langa fyrirlestra sem að sýna fram á það að hugur mannsins og sál, ef slíkt fyrirbæri þó til, sé æðri sál eða vitund dýranna. Dýrin hafa enga sál. En þá hlýt ég að spurja, til einhver bara ábúrslega einfalt atriði, til einhver bók sem að dýr hefur skrifað til dæmis? Bara í allir þekktri mannkynssögu? Hefur einhvern köttur eða hundur skrifað bók? Eftir því ég best veit bók uppfinning mannsins. Já, en af hverju hafa hundarnir verið með okkur lengi? Þú þekkir hunda mjög vel, af hverju hafa þeir aldrei skrifað bækur eða eitthvað annað form, skilur við, eitthvað annað, svona þess að þeir eru að pæla í eitthvað svona... Þeir hafa áhuga á allt öðru. Ég get alveg sagt þér eins og ef hundarnir mínir myndu ákveða að skrifa bók. Já. Ef einn hundarna minna myndi ákveða að skrifa bók, þá get ég svona giskað með nokkuð áreiðanlegum hætti hvað svo bók myndi vera. Já, þá hlýtur að vera grundvallar spurningin, trúir því að hundurinn geti skrifa bók eða eitthvað annað sem sagt, í þeim tjáninga-level? Sko, í vissum heimspekilegum skilningi eða kannski frekar tilvistarlegum skilningi, já. En ekki á þann hátt sem að við upplifum eða skiljum hugtakið bók. En hvað myndi hundurinn skrifa og hvernig? Hann myndi skrifa það á afkomendur sína, með sögu. Já, það er reptile brain, það er ekkert merkilegt við það. Bók er ekkert annað en aðferð til að koma þekkingu frá einni kynslóð til annarar eða breiða þekkingu út hratt meðal einnar kynslóðar. Já, en við erum með það líka, við dreifum óttaviðbrögðum bara í genunum okkar á milli kynslóða, sko. Þannig við erum með allt það sem hundarnir eru, það er bara það sama, sko. Við erum að fara lengra. Já, það er þar sem allar þessar pælingar koma, sko. Já. Og þannig að eins og ég segi, ég held að það sé tiltölulega auðvelt að sýna fram á það með vísindalegum hætti að við erum allt
við erum uník verur hér á jörð eins og staðan í dag. Ég alveg sammála því, algjörlega. Og En settu markir á þetta. Ég og Axel vorum 100% sammála eitt atriði. Það merkilega fyrir þetta. Kemur á RÚV á morgun. Axel og Guðjón sammála. En hata konur. James Lovelock vill halda því fram, ég veit ekki hvort ég búin að koma inn á þetta áður, að ef að þú skoðar lífheildina, núna jörðin cirka hvað gömul? 4.000 milljónar gömul er talaði. Það veit að enginn, hún geti þess að verið 15 mínúna gömul. Já, ég alveg sammála því. En gefum okkur þetta bara. Gefum okkur bara þessar svona kreddu samtíma sem hún sé 4 milljarða ára. Okay. Var talað það fyrir 25 árum síðan að lífið hefði komið fram á jörðinni fyrir 2,8 milljörðum. Já. Núna talað að það hefði komið fram fyrir 3,6 milljörðum. Já. James Lovelock sem er svona einn af virtustu vísindamönnum á þessu sviði, þar sé að horfa á lífheild jarðarinnar yfir langan tíma og koma að stað við Gaia Hypothesis í pælingunni. Hann kom með skemmtilega fullyrðingu í hitti þeirra. Kannski komið fram með hana fyrr, en það er bara stutt sín í rakst á þessa fullyrðingu. Hann vill meina að í lífsögu jarðarinnar hafi bara gerst 2 merkilegir viðburðir. Í fyrri viðburðurinn sé DNA. Og ég hef heyrt líffræðing segja að það sé DNA og RNA. Það er að segja, geta frumu til þess að hafa uppskrift að sjálfri sér, innan í sér, og koma þessari uppskrift áfram, annarkvort í gegnum það að tvöfalda sig, eða í gegnum afkomanda. Já. Og Gunnar Dahl talaði líka þetta að DNA væri í rauninni stórmerkilegt fyrirbæri vegna þess að það væri ekki hægt að spreyta DNA utanfrá og að þetta væri fullkomin sjálfslýsing. Og hann talaði að það hefði verið reynda til eldra afbrigði af DNA á fyrstu 1.000.000 árin eða svo. Já. 1.000.000 árin. Svona, þeir talaði þetta sko sjálfskópíeringu. Það geta búið til eftirmynd af sjálfum sér. Ánamaðkar geta þetta. En með öðrum orðum, þarna kemur fram sem sagt geta lífveru eða einhver biológisk geta til að koma þekkingu áleiðis. Og hann segir að næsta skrefið í lífheildinni hafi verið geta hins biológiska veruleika til þess að búa til dýnamíska greind. Það er að segja heilabú eins og okkar. Já. Ég hef opaslega gaman að svona pælingum líka. Alls konar, ég stunda þær svona aðeins í laumi. Ég hef tekið eftir einu hjá hlustundum mínum og til dæmis bara eins og hjá þáttastjórnendum og útvarpið Sögu að þegar að ég búin að leggja fram svona bara, þetta glæpasamtök, það eru skipulögð glæpasamtök sem stýra landinu, það bara verðtryggingin skipulögð glæpastarfsemi af vestusort og okurlánastarfsemi og ég teki eftir því stundum ég verið í þáttu hjá, það stundum lagt fram svona bara kannski þegar stundum hringdi í mig viku eftir viku sko. Og þeir bara tekið þetta svona í ákveðnum áfengum sko að þeir get ekki fengið taugafall við vist margar vikur í einu sko, svo þeir bara pásu kannski 2-3 vikur. Ég tekið eftir þegar ég lagt fram í þáttunum hjá þeim svona konkrétt atriði og sérstaklega þegar ég haft rétt fyrir mér, eins og ég sagði við Markus einu sinni, þeir núna næst fyrir Landsvirkjun, hann bara nei, það er ekki séns að Landsvirkjun, nei, svo er Landsvirkjun að fara núna. Og þá fær svona venjulegt fólk ákveðið taugáfall. Ég tók eftir ég myndi þáttunni á þeim eftir að ég kom með fram svona staðreyndir og ég held að ég hef verið að spá, það voru svona 2-3 hlutir sem ég hef spáð fyrir í þáttunni hjá þeim áður, þannig að þeir svona rambaraðist þeirra bara fölnað og bara heyrðu, hann bara að segja staðreyndir, skilur.
þá tók ég eftir að næstu 2 vikurnar þá buður fullt af fólki svona sem var svona með hindurvitni og sá drauga og veist það bara, ég hlustaði á þættina og ég bara byrju, hvað þetta? Allt í einu mætti bara, sem ég aldrei heyrt í þáttunum hjá þeim áður, sko. Það og sama, þeir hafa reyndar ekki farið í þá deild, en ég sé marga sem að horfast í augu við mig og fatta það sem ég að segja raunveruleikinn og að við erum bara í þrældómi undir glæpafólki. Að þá fer fólk ofta að tala svona, já, hvað finnst þér actually UFO og trúir á geimverur og það er svo erfiður veruleiki að horfast í augu við, þá fer fólk í svona alls konar pælinga til þess að milda áfallið, sko. Og ég nefnilega hef notað í mínum áföllum í lífinu, þess að segja stunda þetta í laumi, ég oft leyft mér í lækningaskyni að taka svona dempara, sko. Því ég stundur leyft mér að fara í eitthvað svona pælingar sem ég veit í raun að vitleysa, bara til þess að nota sem deyfingu, sko. Og það allt í lagi, ég hef ekkert á móti því. En hins vegar mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að þetta eru ákveðna deyfingar þegar þú færð áfallið, sko. Og það meira þess að skýrgreint í sorgarferli að fyrst ferðu í afneitun, sko. Og þetta eru bara svona flest fyrst mér svona merki afneitun og það ýtt undir þetta hjá glæpasamtökunum, sko. Elitumafían ýtir rosalega undir þetta, sko, Area 51 og UFO og draugar, og það eflaust tilfullt af svona drasli eins og að David Icke segir, sko, hann segir við sjáum bara svona mikið af ljósrófinu, sko, og svo bara, engin veit hvað það breytt einu sinni, sko. Já. Þannig að það alveg eðlilegt að við sjáum hérna á, og það getur vel verið að setja fullt af hlutum á sömu tíðinni, sko. Það getur verið að, sko, þessi strengja þeóri sem verður að tala að það sé bara við erum hérna, svo bara alveg annað setta veruleika á annarri bylgjulengd, en í sama spacei og við, skilur. Þetta getur allt saman verið. Nei, Kóran segja að séu 7 víddir. Breytir í raun akkurat engu, ef þú ert að pæla í þessu, þetta saman með Maslow píramídan, sko. Það fyrst grunnþarfir mannsins, svo það svona aðeins betra og svo á toppnum ertu bara svona í heimspeki pælingum allan daginn, sko. Þarftu ekki að hafa neinar áhyggjur af því að sækja þér mat eða neitt slíkt, sko. Sama á með að við erum að horfast í augu við raunveruleikann, peningakerfið fals, við erum þrælar. Það bara verið að slátra okkur hægri vinstri án dóms og laga. Það bara aftökur út á götum í New York City. Og á meðan við erum að horfast í augu við þetta sem bara grunnurinn í okkar píramída. En hvað að þessu? Hver segir að þetta sé vont? Að þetta sé svona? Hvað að því þó að Landsvirkjun fari næst? Hvað að því þó að sé uppþótt í New York? Hvað að því þó að kínverska efnahagslífið sé að standa sér þrusu vel undir einræðisstjórn? Ég þekki fullt af Kínverjum sem eru ánægðir í Kína. En þeir þora ekki að ræða stjórnmál. Já, það bara... Það rétt eða rangt. Og þess vegna ég að tala sko, ef þú fjarlægir sjálfan þig og sér þú lengri tíma. Þú nefndir bók á það. Hvenær kom bókin fyrst fram á sjónarsviðið? Var ekki Gutenberg? Já, það voru til handskrifaða bækur í fáeinar aldir. Já, það voru náttúrulega til handskrifað skinn og hellaristur og svona, já. Flestar bækur síðan 500 fyrir Krist voru munnleg geymd. Já. Fyrstu heimspekingarnir á Agorahæðinni í akademíunni í Aþenu, þeir voru að leggja áherslu á munnlega geymd. MR ennþá að leggja áherslu á munnlega geymd, eða munnlega að geta lært utan að. En þá ertu í raun að segja að Jesú hafi verið kjáni, sko, hann hafi bara miskilið allt saman, að það bara gott að drepa fólk hægri vinstri og þetta reyndar svona Sagðan ekki að kasta fólki sem að ekki stæðist einhverja viðmeðanir út í þennan dal þar sem að væru innir eilífu eldar, þar sem að hlutum var eitt og líkum og sorpi.
Ertu vissum að Jesú hafi sagt það var ekki bara bætt inn að farisíum eftir á? Þú veist að farisíarnir ritstýrðu Jesú voða mikið, sko. Þeirri þekkingu sem kom til okkar Jesú voða mikið ritstýrt í gegnum erkióvinnar hans sem voru farisíar. En ok, ég náði konseptinu sem þú sagðir, sko þú veist það að hjá lögreglunni á Íslandi til dæmis, þá finnst þeir kalla fólk hauga og þeim finnst þeir vera að gera fólki sem heimililaust eða í svona erfiðum félagslegum aðstæðum, íslenska lögreglan upplifir það að þeir sé að gera fólki greiða með því að drepa það. Það alveg sjónarmið. Í glæpagengjum, svona götugengjum, þeim finnst konur bara vera það er alltaf nöldrandi meðan verið að nauðga þeim, það bara að vera fegnar með einhvern nennir að gera þetta með þeim, sko. Hvað alltaf að kvarta og væla, skilur við? Og það bara öll klíkan með þetta á hreinu. Og það með svo konur sem í klíkunum líka, sem líka með þetta á hreinu. Finnst þetta bara hægt. Konur með völd á miklu hættulegri heldur en karlmenn með völd. Já, hvernig sem það en þá það, sko, þetta hins vegar alveg sjónarmið. En þá óbúðslega mikil heimska hjá meirihlutanum af þeim sem í því þjóðfélagi að lifa í þeirri blekkingu og allir sé að reyna að vera góðir við alla aðra. Af því þá þeir bara endalaust fórnarlamb hinna sem bara að gefa skít í allt. Þá allavegna ættu til dæmis íslenski borgarar allir að stofna veiðuklúbba og vopna sig allir upp. Og segja bara ok, ef þetta málið, þá bara förum við þetta alla leið. Reyndar Ísland betur vopnað heldur en Bandaríkin, ef út í það farið? Nei, Ísland að taka út með mikið, það bara ekki á korteri. Þú átti á því, það að taka Ísland út á korteri, sko. Það tekur 6 klukkutíma. Eitthvað svoleiðis, þú veist. Það hægt að loka Íslandi frá samskiptum við umheiminn á 5 mínútum og það tekur 30 daga að svelta landið og algjörlega, bæði farandi mat, olíu, hvað sem Það hægt að loka landinu á örfáum klukkutímum, algjörlega. Ég held reyndar að það búi næg þekking í dag til þess að veiða okkur mat, sko. Og við eigum nóga veiðumönnum til þess að bjarga því, sko. Já, ef landinu væri lokað í 60 daga, þá myndi það byrja að bjarga sér. Já. Ég hugsa að það væri mjög gott fyrir landið ef það lokað í 60 daga. Ég hugsa að það myndi ekki gera neinum mein, sko. En þess vegna ég einmitt að segja hvað siðferði, hvernig ákveðum við hvað gott eða hvað vont. Hvenær kom bókin fram? Sko við erum bara krakki. Mannkynið það bil 200.000 ára með við svona viðurkennd vísindi í dag. Já, en þetta ekki, Guðjón, akkurat svona áfallastreitu röskun fyrsta stigið afneitunin, sko. Þegar þú horfist í augu við þetta, við erum í svona svakalega slæmu ástandi og þetta svona erfitt allt saman. Þá það svolítið varna viðbröð, já, ekki bara fínt að allir sé að drepa alla og nauðgöllum, þetta bara flott, skilur það. Og þannig meira að segja, sko, það þjóðfélagsverkfræðin, það hönnunin, sko. Og það tengist því sem þessi góða kona var að skrifa í gær. Núna, til að segja, ef þú karlmaður sem að vogar þér að segja eitthvað annað en viðtekin skoðun konur, þá koma einhverjir framúrskarandi feministar og hakka þig í spað. Ég held að hún sé reyndar ekki feminist einu sinni. Nei, ég veit ekki, ég ekki endilega að tala hana. Nei. Sko, við eigum nú eina sameiginlega vinkonu sem að gefur sig út fyrir að vera feministi. Ég hef séð ykkur rífast og vináttan hangi nú enn á spýtunni. Já. En sko, leið þú ferð út af sakramentinu, hinu heilaga sakramenti, hinu viðurkennda viðhorfi, þá ertu orðin vondur. Sko, árið 1400, þá mátti ofsækja þig ef þú fórst út af sakramenti innir heilugu rómversku kirkju. Já, það alltaf eitthvað, sko. Martin Luther, hann var illmenni. Þangað til að hann komst í tísku hjá okkur samfélagur. En það sem ég að segja að við höfum ekkert breyst. Það engin munur á Íslendingum eða einhverjum öðru fólki samtímans sem segir nei, þú mátt ekki hugsa svona, þú mátt ekki tala svona. Það engin munur á þessu fólki eða fólkinu sem sagði við Kristófer Kólumbus, þú siglir fram á brúninni ef þú ferð í vestur. Já. Jafnvel, sko, fólk veit, já, núna vita allir núna að jörðin hnöttur.
Hvernig veistu það? Vegna þess að einn fáviti var tilbúin að sigla fram af. Reyndar sko hérna... Við þurfum að geta sagt við okkur sjálf og einstaklingsgrundvelli, ég fáviti. Allt sem ég trúa sér rétt gæti verið rangt. Ég á ekki að reyna að rökstyðja mín réttu viðhorf, ég á frekar að reyna að rökstyðja einhver rétt viðhorf. Og jafnvel efast þau líka. Og það aðeins þegar við getum gert þetta sem við förum að nálgast, það sem við báðir erum að tala í okkar skrifum, hvað frelsi? Og frelsi einhvers virði? Við erum að horfa á menningu sem núna 6.000 ára gömul. En mannkynið 200.000 ára. Þetta eins og... Við vitum það ekki. Og ef að mannkynið væri einn einstaklingur sem væri 100 ára, þá hann búinn að hafa sko siðmenntun eða siðmenningu í 3 ár. Og hann að störtlast. Já, núna ertu að ég reyna að tala fabúlur vísindakirkjunar, sko. Í raun veit enginn, það veit í raun enginn hvað jörðin gömul, það veit enginn hvað mannkynið gamalt. Ég alveg sammála því. Og það sko, það hver vísindalígin vellur á hvolf á eftir annarri, sko. Ég veit ekki hvort þú horfður á vídeo. Þú horfður á vídeo sem ég deildi þetta með honum Santos atóm. Ég niðurhalaði þeim báðum og komin í gameskip. Það eru 5 reyndar. 5. Já, ok. Þá sæki ég örugglega hinn 3. Ég geri þetta, ég safna dótið sem ég ætla mér að... En hann var einmitt að tala, það rosalega athyglisverð pæling hjá honum. Hann að segja að Adam og atóm sé sama orðið. Góð pæling. Og þegar hann að tala sko, Jesú Kristur sagði ég alfa og ég omega. Ekki engill Mikael sagði það. Já, en þá sérðu sko, þá sérðu frá A til omega í atóminu og þá téð á milli krossin, sko. Og og þetta rosalega, og þetta reyndar Santos hefur þessi áhrif á mig, þetta svona hlutir sem ég búin að vera að pæla lengi. Lengi velt fyrir mig, veist, svona afkonar efasemdir og pælingar, sko, eins og með orðin og allt þetta. Síðan detti niður á svona vídeo með Santos og þá bara neglir hann, sko, hvern hlutin á fætur öðrum sem ég búin að vera svona japla á. Og þarna einhvern að tala Adam var grunnurinn undir öll þessu nýðingsheimskerfi sem að trúarbröðin gerðu. Atóm sama konseptið, grunnurinn undir öllu þessu vísinda trúarbragðakerfi og ógeð sem við erum í gangi núna. Og, já, gerðu svo vel. Ég var að setja blogggrein inn á logostal.com sem enska bloggið mitt. Já. Grein nýlega sem ég hafði skrifað í fyrra en hafði geymt í einhverju skjali. Já. Og rakst á hugmynd sem hafði ollið upp úr sjálfum mér sem ég var búin að steingleyma. Já. Það sem rakin rök fyrir því að mýtan Adam og Evu sé ekki frá manninum. Hún sé ekki mýta sem að Homo sapiens hafi fundið upp, heldur hafi neanderdalsmenn gefið okkur þessa mýtu til að skilja eftir grunnina sín eigin þekkingu hjá okkur þegar þeir voru að deyja út, þegar þeirra heimsendir kom. Já. En þarna ég nú bara að leika mér að pælingu. Og hvaða grein var þetta? Ég man ekki hvað hún heitir, hún bara nýjast á logostal.com. Godswill eða? Nei, ef þú ferð inn á logostal.com þá það bara efsta greinin undir New Articles. Ok. En sko, það sem ég að reyna að segja og það sem ég alveg sammála því að við vitum ekkert hvað rétt eða rangt í vísindum. Þess vegna sagði ég, og ég segi mjög oft, hinn viðurkenndu vísindi. Þau vísindi sem eru tekin sem heilagur sannleikur í núvitund mannsins. Já, já. Það eru til fleiri sjónarhorn. Já.
þess vegna nota ég kannski líkingar úr þessum viðurkenndu vísindum af því það eitthvað sem fólk þekkir. Manstu eftir ég nefnilega sá myndskeið hjá þér nýlega, ég var að taka stikkpröfu á Axel, að þú myndist einmitt á konsept sem að var búið að vera að lúra í hausnum og sjálfum mér í svolítinn tíma. Já. Og ég hef aðeins látið skína í gegnum í einhverjum skrifunum, líklega inn á locustar.com, að þegar við erum að horfa á sólkerfið, ef við erum að horfa á vetrarbrautina, the Milky Way, ef við erum að horfa á þekktar hugmyndir upphaf alheimsins eða samsetningu alheimsins, þá erum við að horfa á veruleika sem algjörlega mældur út frá ljósbroti og engu öðru. Og við höfum ekki hugmynd hvort þessi veruleiki sem að við þykjumst sjá sé eins og við sjáum hann. Eins og þú bendir á í þessu myndbandi, allar myndir af vetrarbrautinni Milky Way eru teiknaðar af listamanni. Það hefur enginn getað skotið geimfari nógu langt í burtu til að taka mynd. Það var þegar ég var að auglýsa til ljósmyndarunum. Og þetta alveg frábær punktur vegna þess að sko, við erum svo vönði, sko, Andrómeda svona langt í burtu og Alpha Centauri 4 ljósár í burtu og bla bla bla. Þetta allt mælt út frá ljósbroti. Taktu nú eftir einu. Árið 1920 vissum við ekki hvað vetrarbrautin var. Árið 1930 vissum við það. Hvers vegna? Vegna þess að einhver vísindamaður sem hét Hubble, ég man nú ekki hvert fornafnið hans var, vegna þess að hann fann út ljósbrotsmælingar og gat reiknað út frá þeim. Þetta útreiknuð heimsýn út frá ákveðnum forsendum. Og Stephen Hawking, hann kemur inn á þetta í Saga tímans, sem hún 30 ára gömul bók, og Stephen Hawking skrifaði bók í hittifyrra sem heitir Kenningin allt saman, mjög stuð, og ótrúlegt hvað hún hefur fengið lítið vægi í samtíma. Þar sem hann einmitt að fara yfir að allt sem við þykjumst að vita byggt á hugmynd. Hugmynd konunnar í gær það hvaða kallmenn séu góðir eða vondir út frá einhverjum setningum sem þeir sögðu, en hún hlustaði ekki á allt málið. Gat ekki gefið sér þá sýn að sjá breiddina, hvað þá dýptina. Notar þessa hugmynd til að stjórna sínu veruleika og hafa áhrif á veruleika annara og ramma sig inn í þröngum boxi. Og við sko mannkynið komið á endastöð með það að hugsa á þennan hátt. Hvort sem við ætlum að stimpla Pímonter sem kvenhatara eða Carlo Bruno eða hvað hann hét sem að sagði að við værum á hnöttur sem að stímdi í kringum sólina, veit hann ekki Bruno, sem að var brenndur í Róm fyrir að segja þetta? Já, var ekki Galileo sem að kom fyrstur fram með þessa pælingar? Hvað segir ég? Var ekki Galileo sem að kom með að sólin var í miðja alheimsins? Nei, hann sýndi fram á þetta í gegnum kíkinn sinn. Já. En það var einhver Bruno sem hann var komin með þetta áður, sem var kaþólskur munkur og hann var brenndur fyrir þetta. Hann var bara brenndur strax. Það var mjög fljótt. Hann var mjög virtur heimspekingur innan kirkjunnar tíma og var hann trúvillingur. Sko málið að við erum ennþá að gera þetta. Ég heyrði Ögmund Jónasson í viðtalsþætti og sögu, ég kannski sagt þér þetta áður. Þegar hann var dómsmálaráðherra að ræða vera á að byggja fangelsi á Hólmsheiðinni og þá vera svona og svo hringdi inn maður sem hafði afplánað og hafði ákveðið viðþorf á afplánun og meðhöndlun og föngum. Og eina svar Ögmundar var, mér heyrist þú nú ekki vera góður maður. Mér brá svo mikið, ég gleymdi mér að segja hvað fyrrum fanginn var að segja. Ég hef rætt við sálfræðinga sem hafa menntað sig í fangelsi og refsimálum og talað við þá hluti sem að ég þekkja því ég hef sjálfur afplánað og kynnt fólki í afplánun að sko okkar nútíma menning varðandi refsidóma og afplánun gjörsamlega út úr kú. Fangelsin eru útungunar stöð fyrir glæpi. En dómskerfið það líka. Fangelsi náttúrulega afleiðingar af hræðilegri barnæsku fólks.
Já, en sko viðhorf samfélagsins, ég ætla að dæma þig, ég ætla að stimpla þig, ég ætla að setja þig á hillu, svo ætla að koma út aftur vond manneskja en vera búin að læra þína leksju og haga þér vel. Halló. Já, ég reyndar svo heppinn að ég hef aldrei áplánað neitt, en hérna, en ég hef náttúrulega kynnst rosa mikið af plánurum í kirkjónum. Vondu fólki. Nei, við tökum á móti öllum í kirkjónum, það náttúrulega bara gott. En sko, ég eiginlega opnast meira og meira fyrir því að þessi heimsmynd okkar í öllu hinu stæðsta og í öllu hinu minnsta séu blekkingar. Allt þetta Atoms, Higgins, eindir og... Hvað segir þið? Sviss, ég kinga svo mikið kolli. Já, og ég held að sko þetta DNA til dæmis sé miklu leyti blekkingar og ég held að stór geimfræðin sé að mestu leyti blekking líka og háskólasamfélagi lifir í fullkomnum blekkingum sko. Kemur upp í hugan eitt sem að kemur oft upp í hugan þegar ég hugsa svona hluti. Hvers vegna blekkjum við okkur? Hvers vegna lifum við í sjálfblekkingu? Hvers vegna römmum við okkur inni? Það ekki ótti? Jú. Við þurfum heimsmynd sem er mælanleg eða gefur okkur mörk. Við þurftum heimsmynd kirkjunar. Við þurftum heimsmynd ásatrúarinnar. Við þurfum heimsmynd vísindar. Við virðumst ekki vera færum að lifa án heimsmyndar. Nei, ég held að það sé alrangt. Ég held að sko heimsmyndin er færð fólki sem stjórntæki sko. Af því ástæðan fyrir að vera að halda heimsmyndum að fólki til þess að ná stjórn. Raunin sennilega, það er eitt sem ég hef áhugað að fræðast meira það verið eins og þess í indjánasamfélaginu. Þeir voru ekkert svo uppteknir að stjórna hvor öðrum sko. Það fer enda tvennum sögum að því. Já. Eins og þeir tala þrælahaldið frá Afríku sem svona frægasta þrælahaldið. Þá alltaf verið í bíómyndunum alltaf hvítir menn sem fara inn í skógana og veita fólk sko. En það var ekki þannig. Þetta var þannig að það voru svona tribes í Afríku sko. Og þeir voru bara stundar mannafórnir sko. Það voru eitthvað svona höfðingjar og svo bara drápu þeir alltaf vist marga á hverju ári sko. Svo kom einhverju hvítir menn og sagði, heyrðu, akkur er að drepa þetta alltaf fólk, við getum keypt þetta af ykkur, við getum gefið ykkur brennivín og eldspýtur og eitthvað í staðinn. Sunna mín. Þannig að þeir söfnuðu saman þessu fólki og seldu það sko. Þetta var bara fólk sem drápu hvað sem er. Þannig að þú veist, að því leitinu má segja kannski að hluta þræla nú komst í betri vist heldur en að beið þeirra sko. Eins og það heyri þá í lýðræði á heimilinu. Já. Var hún að fatta núna þess að við vorum að tala hundana? Það var nú mótmæla núna. Það var eitthvað bíl fyrir þetta. Hún er mjög vakandi fyrir slíku. Er þetta sérsveitin? Eða NSA? Já, þannig ég held að sko að við lifum í gríðarlega miklum blekkingum og við lifum í óbúslega sorglegu fangelsi sko. Ég vil koma aftur að þess með óttan. Hvers vegna er svona erfitt að lifa án heimsmyndar? Vegna þess leið og þú getur lifað án heimsmyndar. Leið og þú ferð að móta þína eigin heimsmynd. Já. Og leið og þú verður sama hvaða heimsmynd aðrir hafa. Já. Þá þér ekki lengur stjórnað. Og þú veist að ég svona stundum bauna á feysinu mínu, það er bara 2 samsæri í rauninni, allt hitt eru bara svona undir samsæri eða gerfisamsæri. Já. Ég er á þeirri skoðun að þessi samlíking trúarbragðanna andaverur vonskunar sem að hafi svona dávald yfir hugarheimi mannsins. Það er samsærið. Það er samsærið að fá þig til að teymast áfram af hugsun sem að þú trúir sem þarf með fyrir að stjórna hugsuninni. Svo ég umorða þetta. Að þú kaupir hugmynd, frá sjálfum þér eða öðrum, kaupir hugmynd, en nú fer þú í búrið svona. Nei, þá þagna. Já. Valdstjórnin. Já, einmitt. Nei, þú kaupir hugmynd
sem sannleika. Sannleikur lygi sem trúað. Já. Og flest allir sem ekki geta hafnað sannleika eru á einhvern hátt hræddir við sannleika. Eitt dæmi, bara eitt lítið dæmi. Hvað ef það kæmi fram trúarskoðun, og bara nýr spámaður Guð sem segði við þig, þú ert ekki sál, þú ert ekki þessi mannvera, þú ert fallinn engill. Allar mannverur á heiminum í dag eru fallinu englarnir, þeir eru meira að dreymaður séu góðar manneskjur. Þess vegna allt í svona yfirborðsjákvæðni. Eins og undir niður í kraumar ílskan og sjálfsafneitun á að get ekki viðurkennt á sitt fallin engil og þar með ill andavera föst inn í ímynduðum ljósheimi. Og þessi fullyrðing alveg jafn rökrétt eins og öll trúarbragðakerfi heimsins og stenst vísindaleg rök. En gætur ímyndar, já ég fallinn engill, ég í rauninni illur, ég bara ímynda mér að ég sé góð hugsandi mannvera af því að það er svo erfitt að vera í fangabúðunum í undirheimum. Þessi trúarskoðun stenst. En ég samt ekki taka mark á bullinni mér. Nei. Ég náttúrulega fór svolítið í þetta í Guð og Guð dæminu, sko. Að í raun þurfum við óbúslega litla trú, sko. Þessum leið og trúarbrögð verða svona óbúslega svona andleg og áþreifanleg að þá tel ég að þau séu komin út í vitleysu, sko. Að þegar ég til dæmis, sko, ég trúi því að ég sé til, sko. Og ég trúi því alveg statustöðugt, sko. Og ég get sannað fyrir sjálfum mig bara til þess með að klípa í mig. Og ég trúi því að ég bý í heimi, þessum hnetti, og ég get sannað það að ég undir þessu lögmáli hérna, sko. Veist, þetta nægir mér til þess að trúa að sé hlut fyrirbæri sem heitir þyngdarlögmál, sko. Og ég þarf í raun ekkert að trúa þessu neitt, sko. En við erum aftur komin í hringinn með það að mannkynið bara unglingur. Nei, fólk bara fín. Mannkynið sem einstaklingur bara krakki á gelgjuskeiði sem uppfullt af alls konar hugmyndum sjálft sig, veit ekkert hver hann og bara því miður situr með handsprengju í fanginu og veit ekkert hvað hann á að gera við hana. Ja, fólk bara fín. Allt sem ég að reyna að gera losaði þig við andskotans handsprengju svo við verðum fullorðin einstaklingur þetta. Ja, það sagt, sko, en aðtöðu það, sko, þessir þræla haldarnir hafa hagsmuni að halda fólki sem börnum. Og þessna var, sko, sagt í gamla daga var sagt, sko, fólk verður tvisvar sinnum barn og einu sinni fullorðið. Í dag fólk bara einu sinni barn, punktur. Og það er þjóðfélagsverkfræðingin að halda öllum sem börnum, sko. Af því að börn ekki í neinum byltingum og gera uppreisnir og ekki til neinna vandræða, sko. Þau taka mjög mikið aga, sko, af því þau vita ekki betur, sko. Samsærið að halda manneskjum uppteknum af einhverjum hugarrömmum sem halda manneskjunum eða sköpunarkrafti og sjálfsvaldi manneskjunar föngnum. Já, en ég sé bara, sko, börnin mín, núna eru þau heima alin, sem Guði sé lof fyrir það. Og ég bara, nú ég kannski orðin eldri, ég á náttúrulega eitt stráka á Íslandi sem var eitthvað rifinn af mér, 2 ára gamall, svona, ég fekk bara að sjá hann aðra hverja helgi og alls konar svona takmarkanir. Mér tókst allavega að halda vináttu og kærleika við hann, sko. Þannig við erum ennþá í dag óbúslega góði vinir. En nú erum við alltaf með 2 ung börn, hún 1,5 árs og hann 3,5 árs. Og og ég tala rosalega mikið við konuna mína barnauppeldi og ég ætla að hlusta á Stefán Miljö barnauppeldi og alls konar svona uppeldi og slíkt. Þannig að við fórum í það fyrir svona cirka 1 ári, þá tókum við bara Stefán alveg á orðinu, sko. Og það
engin tegund hér í gangi af ofbeldi gegn börnunum. Og ég get ekki, það er alveg ótrúlegt hvað þau blómstra, sko. Og ég tek líka eftir því, sko, eins og með son minn, hann er miklu viðkvæmari. Ég sé það, sko, til dæmis ef ég hef reiðst, ef það er kannski gert eitthvað og ég reiðst og eitthvað slíkt, sko, hvað er óbáslega viðkvæmur gegn því, sko. Og ég sé mun á honum og dóttur minni, hvað hún er ekki eins viðkvæm, sko. Og til dæmis bara þegar við konan erum að rökræða, ég á nú til svona þess að fara upp í svona millitón, sko, þegar ég er að koma mínu rökum á framfæri, ég er svolítið harður, þá fer stráknum mínum að líða rosalega illa. Hann fer að hlaupa og segja, nei, stopp pabbi, og það var að reyna að stoppa mig. Þannig að ég tók time out og fór að spjalla við hann, segja bara, ég er ekkert reiður, ég er bara rökræð og ég fór að útskýra fyrir hann er orðið sáttur við þetta núna, sko, hann skilur núna eftir þessa umræður að ég er ekkert reiður, sko. Og en ég tek eftir að á þessum uppvaxtra árum er hann miklu viðkvæmari. Og ég held að strákar séu miklu viðkvæmari fyrir einmitt svona heimilisofbeldi alls konar og svona öskrum og látum sem er náttúrulega í svona kettlingahúsum, þá er allt svoleiðis í gangi. Og bara friðurinn og þess að við förum í búð, það er aldrei neitt vesen með börnin einhvern veginn. Og við náttúrulega gefum þeim að þau borða aldrei sykur og borða ekkert óholt, sko. Og það sem ég kannski reyna að segja er hvað börnin fæðast heilbrigð og gáfuð. Og ég sé bara og líka samskiptin þeirra á milli. Bara ef að börnin er ekki eyðilögð í barnæskunni, þá held ég að heimurinn væri svo frábær, sko. Veit ekki hvernig þetta kom út mér, en Þetta meikar fullkomlega sens, svo ég sletti nú aðeins. Þetta er fullkomlega rökrétt og ég þekki þetta sjálfur og ég hef nú áður minnst á að við hvað ég er hrifinn af Summerhill skólanum og einnig Lumière skólanum í Brasilíu. Já, þar eru við reyndar ekki sammála. Nei, ok. Og ég hef til dæmis fylgst með varandi hundauppeldi. Ég held ég hef minnst á það líka áður að hundarnir sem eru aldir upp frá hvolpaaldri bara af mannesku eru hundar sem eru aldir upp af hundunum á heimilinu eingöngu með sem minnstum afskiptum mannfólksins að því við erum svo upptekin af stundum að hundarnir beita engu ofbeldi eða einhverjum kvöðum á hvolpa meðan þeir eru aldir upp. Fyrstu 12 til 18 mánuðina sem hvolpur er hvolpur þá er hann ekki beittur neinni ofbeldissögu. Hann fær óhemju mikið frjálsræði innan hundahópsins að þroskast sem einstaklingur og vera hann sjálfur og læra sjálfur og taka við leiðslu. Og þessir hundar sem að ég hef leyft hundunum mínum að ala upp, að þeir eru verulega greindir, þeir eru mjög fljótir að vinna úr, eru mjög sjálfstæðir bara sem einstaklingar. Þeir mættu vera hlýðnari en þeir hafa ekki sýnt neina tilhneigingu til að beita ókunnuga hunda virku ofbeldi. En eru hins vegar mjög virkir í samskiptum við þá. Eins og ein tík sem að hún er alfatík og þegar hún kemur á hundaæfingar, hún er mjög ákveðin og jaðrar við aggressív við ókunnuga hunda upp að ákveðnu marki. Meðan hún er að stabilisera ég er alfatíkin. Hennar náttúra. Önnur tík sem ég er með, sem er alveg upp á sama hátt, hún gerir þetta ekki. En ég hef tekið eftir því að hundur eða einstaklingur, spendýr, sem er alið upp í virðingu, hreint og klárt í virðingu og óttalega. Þar sem fullorðnu einstaklingarnir, þeir eru óttalausir. En þetta er sko meira að segja, ég var nú að lesa, ég sitt há fyrir framann, þessum hljóðbók, á Plato Republic,
Og hún hann fæddur eitthvað 1500 eitthvað, þannig að þetta er heimspeki frá 1600, eða 1500-1600. Og þar strax talar hann það til þess að ríki geti haldið velli, svona ofbeldiskerfi, þá verður að taka börnin sem fyrsta foreldrum í heilaþvott, sko, og brjóta þau niður. Og pældi því enn þann dag í dag fólk að lofsyngja þessa skóla og þessar pyntingabúðir sem skólakerfi og gjörsamlega, og bara sko eins og ég var að segja við þig, ef þú ferð með barnið í skóla eða ef þú ferð með barnið á dagheimili, þá ertu byrjaðar að brjóta niður barnið. Það á ekkert að fara með börn, ég sé hvernig hérna á heimilinu hjá okkur, hvernig þau tilenga sér svæði og það bara hellingur í gangi á heimilinu. Og þau upplifa öryggi og ég sé bara hvað þetta hefur jákvæð uppbyggilega áhrif á börnin, sko, og hvað þeim líður vel. Það engin óerð í þeim eða svona vanlíðan eða neitt, þau eru bara óbóstlega svona uppfyllt einhvern veginn, bara svona normal, ég get ekki lýst í öðruvísi. Þau eru óttalaus. Já, algjörlega óttalaus. Og sko bara með það að fara að rífa börn upp á hverju mótni klukkan 7 á mótnana á virkum dögum og koma með þau heim klukkan 12 eða 5 eða hvenær sem þá þessi eyðileggjandi ferill byrjaður. Þess vegna geri ég... Hvað segir þau? Þú mátt setja annan svona rauðan sammálamarker. Já, þess vegna geri ég ekki svo mikil, sko ég nú rætti þetta eins við fólk og það segir nei, þetta bara, þú bara að sko þá byrja fólk að tala já en hérna þessi stefna svo góð í skólastarfinu og þessi stefna svo frábær og það svo sjáðu hvað hérna þessi, fyrir mér þetta allt saman ónýtt og það má alveg kenna börnum heima hjá sér eitthvað. Við erum hérna með kennsluprógram, við erum búin að kaupa stafi og við erum að kenna, það fullt af kennslu í gangi hérna á heimilinu og hún með þessi 1,5 farin að tala mjög vel og hún farin að tjá sig með orðum og þau eru að leika sig með stöfum og það svona pælingar. En bara það að brjóta upp þetta heimili, að vera heima hjá sér og fjölskylda, það eyðileggingaferlið. Og pældi í öllu þess að segja þetta það verið að taka 80% skatta af fólki og svo alls konar vittlýsingar á leiðinni að handlast með þessa peninga. Bet akkur fólk bara ekki með þetta hjá sér sjálft, skilur? Akkur þarf ykkur 500.000 mannesku til þess að útdeila þessum peningum. Þú ert bara með forðan hjá þér sjálfur. Vegna þess að fólk sem alið upp í ótta, dómhörku, fordómum og kvíða og hatri hefur ekki þann innri styrk að marka sitt eigið sjálfsfrelsi og sjálfsvald, hvað þá að afla sér sjálfsmenntunar eða þekkingar. Sko, menntakerfi Vesturlanda, hvort sem hér á Íslandi eða annars staðar í iðnríkjunum, ekki menntakerfi. Þetta er prússnesk heilaþvottakerfi. Þetta innrætingarkerfi til þess að framleiða verkafólk inn í verksmiðju samfélag. Við erum ein risastór verksmiðja í dag og við sem samfélag erum sannfærð eigið ágæti. Ekki ég. Nei, og við sem samfélag. Ég veit að ég og þú erum uppreisnar álfar. Við erum illir andar. Þú ert fallin enginn. Já. Ég langaði að koma á einu framfæri til dæmis, það kannski orðin úrelt en að því vorum að tala þennan samskiptaþráð þarna í upphafi. Já. Það sem einmitt. Það voru svona skapandi skoðanaskipti í gangi. Einmitt. Ég lenti í sambærilegu sjálfur í gær. Já. Að ein Facebook vinkona mín postaði einhverju siðrænan húmanisma undir yfirskriftinni Íslam trúarbrögð friðar. Já. Og eins og ég nú, ég gat ekki staðist að setja ykkur athugasemd og ég skrifaði að þeir halda að Íslam sé haturstrú vita ekkert Íslam. Nei. Og ég var svoleiðis gjörsamlega tekin á beinið. Ekki með rökum. Ég reyndi mér var búið að koma fram með rök en ég nennti því ekki. Ég skrifaði það, ég nennti því ekki. Nei, maður getur ekki staðið í það. Þar með fékk ég svona í höfuðið ákveðin sleggjudóm að fyrst að ég hefði engin rök fyrir mínu máli
þá ætti ég ekki að tjá mig eitthvað sem ég hefði ekki hundsvit á. Já. Og það allt í lagi. Ég baðst nú reyndar afsökunar á því að hafa verið með sleggjudóm og verið að skipta mér af og tók kommenti mín út aftur. Já. Og af því þetta ég var nú kannski svona aðeins að sletta mér þarna fram og líka af því ég nennti ekki út í rökræðu þetta. Nei. Ég nennti því ekki af persónulegum ástæðum. Nei. Það þýðir ekki hins vegar að ef þú nennir ekki út í ykkur rökræðu, þýðir ekki að þú hafir ekki rökin. Að þú komir ekki fram með rökin, getur þýtt það bara að þú sért ekki akkurat í ham til þess að fara út í rökræðuna. Af einhverjum. Því ég dróð mig bara í hlé. Og allt góðu með það. Og mér finnst ekkert að því að einhver manneskja þarna hefði sagt, heyrðu, hvað ert að skipta þér að þessu málefni ef þú nennir ekki að standa fyrir þínu máli. Það hefði verið virðingarfull athugasemd. En vertu ekki að skipta þér af hlutum sem þú hefur ekki hundsvit á. Já, ég hef reyndar að svara þessu þannig að ég hef fullt vit á mínum skoðunum, sko. Ég geri greinamun á skoðunum og rökum, sko. Það ger ég líka. En það sem ég á við, það sem ég vil langa að undirstrika að sko, ég hef engan áhuga á þessu samræðufræði sem þarna kom fram. Nei. Ég hef ekki áhuga í rauninni á rifrildi hvort að Íslam sé trúarbrögð friðar eða haturs. Endar það bara túlkunaratriði, sko. Ég meina, þú getur tekið hvaða trúarbrögð sem eru og snúið þeim til góðs eða ills, sko. En þetta tengir sem við vorum að tala áðan með þegar fólk fast inn í hugarramma og beitir dómum á fólk sem það er ósamála og þegar fólk yfirfærir djöfulinn. Það skiptir engu máli hvort að fólk upptekið í einhverjum siðrænum sjálfsþótta að fordæma nasista, fordæma Íslam, fordæma Rockefeller, fordæma vaksíns, bólusetningar, fordæma bankaelitun á Íslandi, fordæma fjórflokkin. Þú ert að fordæma eitthvað utan við sjálfan þig sem holdgerfingu hins illa, þá ert ekki að horfa á það sem býr í skuggahlið sjálfsni. Og besta merkið þegar þú kemur og segir, já, mér líkar nú ekki þessi Axel, sko, hann hatar konur, eða, já, nei, ég nú ekki að taka marka á þessum Guðjóni, hann hefur ekkert hundsvit á Íslam fyrst hann nennir ekki að rífast um með það. Nei. Þú veist, dómur. Hvar er samræðan? Hvar er samheldning? Hvernig erum við að fara að búa til einhvern grunn fyrir frjálst skapandi samfélag eða neitar að taka handsprengina upp úr vasanum og flegin út í sjó? En þetta er það sem ég hef kallað heimskuna og hún er tekin sérstaklega náttúrulega í orðskviðunum, þá er heimskan tekin mjög vel fyrir, sko. Og af hverju að vera að rökræða við heimsku? Hver er tilgangurinn með því? Það er raun engin tilgangur með að rökræða við heimsku. Þess sérðu að þú sérð að ég er búin að koma mér upp ákveðinni í tækni til þess að rökræða við heimsku. Og mörgum finnst þú mjög hvöss og kveinka sér mikið. Þú sagst nú þegar ég hristi tréð mitt daginn svo eða ég datt úr því sjálfur, sko. Að þar tók ég þessa tækni alveg út í ekstrím að bara þú ert heimsk eða heimskur. Þetta sem þú vorst að segja er heimska. Þetta meikar ekkert sens, þetta er bara heimska, þú ert heimskur. Þú manst eftir þessari seríu. Ég hef einmitt fagna því að þú gerir þetta. Ég fór ekki með þetta. Nei. Og það flugu nú einhverju págaukur í burtu, en það voru nokkur sem bara snérust, sko. Og eru það var bara að læknast hérna á Facebookinu hjá mér, sko. Og þetta er allt saman endurspeglun á óbóðslega mikilli vanlíðan sem að má rekja beint úr barnæsku. Og þetta er svona bara drullu kaka sem bara rúllar áfram kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð og er í öllum þjóðfélagsstigum, sko.
konungsættin vellur áfram þvílíkum viðbjóði það halva væri nóg. Nú eru að komast upp úr dúrnum að konungsfjölskyldunar í Evrópu að stunda barnafórnir og nauðganir og bara það sem ekki viðbjóður að koma upp á pottanum að það halva væri nóg sko. Stöld sinni, ég var að hlusta á 2 tíma tal frá David Icke þetta. Já. Mjög vel gert. Já, þannig að þetta allt saman að koma upp á yfirborðið og þú varst að tala lausnir áðan. Fyrsta skrefið að viðurkenna ástand sitt og heimsins sem við erum í. Að þetta heimsku kerfi ofbeldis og viðbjóðs. Þar erum við stödd. Að allar mínar hugmyndir sjálfan mig og veruleikann eru rangar. Ég vil reyndar ekki ganga Þú þarft að brenna ákvörðinu og ætlar að sá hann aftur. Já. Þú vorum að tala siðblindu á hann. Já. Ég hérna, það er kannski að gera grein fyrir máli mínu. Að ég að gera greinamun á því að vera fastur í drullu pitti og þurfa að fara inn og rífa sig upp og fara inn og þvo sér sko. Eða konseptið að allir eru fæddir syndugir. Skilur hvað ég meina? Ég á því að það er þetta mín trúarskoðun að barn sé ekki fætt syndugt. Já, ég er sammála því. Og ég á þeirri skoðun að manneskja geti hreinsað sig af sinni eigin synd. Það hins vegar algeng trúarskoðun innan kristilegra viðhorfa að fólk hreinsist af synd fyrir náð Jesú Krists. Ég ekki lengur sammála því, ég var sammála því áður. Ég á þeirri trúarskoðun í dag með öðrum orðum að fordæmi Jesú Krist hafi sýnt hvernig einstaklingurinn geti sjálf hreinsast. Já, þannig ég reyndar sko, ég heyri hvað þú segir, þannig erum við reyndar sannlega bara ekki sammála ákveðin tækni atriði. Sko, það er þetta með epóxíð, það er óbúslega merkileg líkingamynd hjá mér. Já. Þú getur verið með... Ég ætti að vakna í daginn í vetur og hugsa, já, ég fatta. Já, sko, það með epóxíð, að sko þú ert með 2 meinlaus efni en þegar þú blandar þeim saman og hrærir saman þá gerist undur að það verður óbúslega sterkt lím til. Sama held ég að gerist þegar að þessi opinberun kemur. Já, ég búinn að vera bara heimili mitt uppeldið þjóðfélagið, þetta í raun óbúslega mikla blekkingar og sársauki, ofbeldi og ógeð, þá þarftu aðstoð til þess að halda áfram. Til dæmis Al-Anon veitir óbúslega góða þjónustu þar sem fólk mætir bara, ég alkohólisti, ég búinn að átta mig á þessum veruleika og bara það að tala saman kvöld eftir kvöld ákveðin lækning. Og það það sem að ég held að sé lækningin í því að taka á móti Jesú Kristi sem frelsara sínum, að það brýtur svo mikið af svona, það svona ákveðið epóxímatík í því sko, að við það óbústlegu kraftur í því fyrir einstakling til þess að hysja sig upp úr drullupittinu sko. Og þetta tækniatriði. Já. Mér langar bara að undirstrika þegar ég upplifi það að þær sýnir, sá skilningur, það innsæi og vissanhátt uppljómun sem að ég hef fengið að sjá eða verið þáttakandi að ég undirstrika algjörlega í dag, eða það svona mín upplifun að ég sé fyrir náð. Já. Þá spurningin náð hvers? Páll sagði reynið andana. Já, Páll farið sig. Tek ekkert mark á Páli. Jesús sagði, taki mark á því sem þeir segja en ekki því sem þeir gera. Jesús sagði, ég ekki að fíla farið sig.
Þannig að ég ætla að hreinrita biblíuna einhvern tíma þegar ég hef tíma. Ég búinn að skrifa viðbót við hana. Já, ég ætla bara að hreinrita hana. Ég ætla að taka bara það sem Jesús sagði og aðeins að vírusreinsa það. Og ég ætla að skrifa sem sagt biblíuna hans Jesú. Eins og ég skil Þú hana. hefur fullt leyfi til þess. Hvað segirðu? Og þú hefur fullt leyfi til þess. Já, þarf maður eitthvað leyfi til þess. Ég vissi það ekki. Innra leyfi. Ég gef þér innra leyfi. Ég hef leyfi til þess að gera allt sem ég sýnist. Ég er frjáls vera hér á jörðu. Já. Amen. Þannig að já, Santósi talar amen líka. Ég er hættur að segja amen í bænum. Já. Ég finn amen vera hugarvilla. Ég hef reyndar aldrei verið mikill amen-kall, sko. Ég er meira halleluja-kall, sko. Ég held að sko, hugtakið amen sem er sett inn í að kennt fólki að ljúka bænum með þessu orði og byrja bænir með ávarpi er partur af því að færa samvitund með Guði út fyrir þig, þar með búa til ego úr þér og síðan kemur hugsana hjálmurinn yfir þig stjórna þér. Já, en amen þýðir verði svo. Skiptir ekki máli, ef þú veist ekki lengur þekkinguna, hvaða máli skiptir það lengur? Já, það skiptir svolítið máli, sko, ef maður segir, veist, ég vil gera þetta, ég vil ná þessum árangri og ég sækist eftir þessum blessunum, verði svo. Það er bara svona ákveðið statement, sko. Klippir á hugsunina og sendir hann út, en hvað með að búið í streymi? Já, en svo er annað sem sko, það er þetta sem er vandamáli. Fólk skilur ekki einu svona orðin sem það er að tala. Sama er með synd. Orðið synd þýðir að missa marks. Og sama er þessna allar þessar fóstureyðingar og allir þessi dauðakúltúr, sko, þegar þetta fóstureyðingafólk og þetta fólk verður gamalt, þá mun það upplifa það að það hafi mist marks. Og ég sé þetta rosalega mikið hérna í Svíþjóð sem er sko 50 árum á undan í þessu dauðaógeði, sko. Og hérna er fólk bara tekið að lífi 65 árum leið og kemst á bætu eða 63 eða hvað er gamalt. Að þessi dauðakúltúr, þegar við förum með börnin í stórmarkaðina þá er bara fólk þú sér það í augunum á gamla fólkinu, sko, að það hefur mist marks í sambandi við börn, sko. Af því að þjóðfélagið hálfpartið þvingaði konur til að drepa börnin sín, sko. Já. Komum tveimur skotum varðandi fóstureyðingar, bara svona ganni. Já. Við gætum talað um fóstureyðingar örugglega í allt kvöld. En ég var einu sinni fyrir löngu síðan að rökræða fóstureyðingar við góða konu sem er frá Brasilíu. Já. Og ég nú búinn að fara í gegnum alls konar innri skilvindur með varðandi fóstureyðingar sjálfur. Já. Og ég er fylgjandi því að konur eigi að geta farið í fóstureyðingu á fúsum og frjálsum vilja ef þær kjósa. En ég var ekki alltaf þar, ég var líka tíma á móti fóstureyðingum. Já, já. Og eins og ég segi, ég er búinn að fara í gegnum fullt af skilvindum, en ég var að ræða fyrir mjög löngu síðan við góða konu frá Brasilíu þessi mál. Og hún benti mér á eitt sem ég vissi ekki. Að meðal frumbyggja í Amazonskógum eru fóstureyðingar leyfðar þangað til barn verður áskamalt. Já, já. Og þegar maður setur sig inn í hvernig það er að lifa af í frumskóginum, þá skilur maður hvers vegna. Vegna þess að barn sem er farið að ganga þarf að geta varast hætturnar í frumskóginum og lært að sjá sig sjálft. Og það er talað að þegar barn sé orðið 6 ára þá þurfi það að geta séð sig sjálft í frumskóginum. Sem síðan kemur á öðru atriði sem mér finnst áhugavert. Að þegar siðskiptin miklu voru á Íslandi, sá stóri viðburður í mannkynssögunni, í fyrsta skipti sem þjóð ákvað með lýðræðislegum hætti að skipta opinbera trú og leið löglega trúfrelsi. Þá var gerður sáttmáli þá útburðir barna yrðu áfram löglegir. Já, já. Og ég veit ekki hvenær þeir voru svo teknir út, útburðirnir. En þetta satt svolítið í mér og það tók mér svolítið tíma þangað til ég tengdi þessa 2 punkta. Hvers vegna voru útburðir leyfðir í íslensku samfélagi árið 1000? Hvers vegna? Já, já.
fólk hefur alltaf viljað drepa annað fólk, það hefur alltaf verið í tísku og mín skoðun er sú að mannverur eiga fullkomin eignarrétt á sínu lífi frá getnaði til þess að lífið endar með einhverjum hætti og ef að einhver til þess að hafa vald til þess að rjúfa þennan eignarrétt þá fellur það undir svo skaltu gera öðru þú skalt gera öðrum eins og þeir vilji gera við þig og þá eru oft tekin svona svæsnustu dæmin. Einhvern tímann sá ég að það var einhver 9 ára stúlka sem hafði verið nauðgað og það átti að synja hana fóstureyðingu. Og ef ég tek þessa siðferði þar sem hún fellur niður eignarrétt einstaklingsins á lífi sínu og ég held áfram með þá röksemdafærslu þá myndi ég segja, ég er ekki að segja þetta er ekki mín skoðun, ég er að fara áfram með þessa röksemdafærslu og fellur niður eignarrétt einstaklingsins á eigin lífi og líkama þá í þessum kringumstæðum eru 2 börn, ekki satt. Annað sem er að myndast og annað sem að bera barnið. Það eru 2 börn. Barninu sem var nauðgað er stórlega skaðað á sálinu, ekki satt, lífstíð. Þess vegna, ef þú heldur áfram með þessa lógík, þá er réttlætanlegra að láta hann að klára að ganga með barnið og drepa síðan þessa 9 ára stúlku. Af því að nýfædda barnið hefur ekki skaðast á sálinni. Ég skil hvað þetta fara. Sama er það þegar að kona kemur niður á hringbraut og segir ég er í svo erfiðum félagslegum aðstæðum, ég er búin að rústa öllu minn lífi, það er allt í klessu, ég get ekki átt þetta barn. Ef ég held áfram með þessa sömu röksemdafærslu, þá er þessi kona búin að rústa lífi sínu, sem að þýðir að hún er eiginlega handónýtt eintak, en eins og að barnið sem hún ber með, það eru meiri líkur á því að það muni ná árangri, sem þýðir að í raun ætti hún að klára að ganga með barnið og þetta drepa konuna á hringbrautinni. Og það er þetta sem ég er að benda á að leið að þú fellir niður eignarrétt fólks á lífi sínu og líkama, þá getur þú alveg eins komið með þetta argument. Og í raun meikar það meira sens að drepa móðurina, sko. Á margan hátt. Það sem fyrir mér vakir er ekkert af þessum dæmum. Fyrir mér vakir það að mér finnst samfélagið ekki vera fært að skoða frá fleiri sjónarhorn. Án tilfinningasemi, án óskhyggju, án einhverja fyrirframmótaðrar heimsýnar. Já, fólk er fífl og heimskingar sem ég er alltaf að segja. Það situr hérna það situr í þessum dauða kúltúr hérna, það sem að fólk er að drepa börnin sín og það er að pissa yfir lífsrétt fólks og á sama tíma er eitthvað svona mannætur í Afríku sjáu þessa frumbyggja hérna sem voru að bera út börnin sjáu þetta mannfórnalið hérna mæjarnir voru að fórna fólki en eru bara í sömu stöðu sjálf. Þetta eru bara heimskir fávitar. Native Americans stunduðu þrælahald. Þeir voru fordómafullir í gegn svartamanninum eldri hvítimaðurinn var, en býttu nú hægur. Sko, við erum alveg sammála um það að fólk er dálitir sauðir. Við erum alveg sammála um þetta. Já. En sko, er þá ekki bara allt í lagi ef að New World Order ætlar að fækka mannkyninu niður í 300 milljónir? Er það ekki bara allt í lagi? Fyrst hitt er bara hvort það er worthless hiski sem hefur bara vit á sápu og óperum út svolítið með smáralind. Já, ég hef allt með heilum skoðunum. Og láti konur. Já, ef þú keyrir á því lagmáli, svo skaltu gera öðru sem þú vilt að aðri geri þér, þá er í raun allir sem hafa stundað fóstureyðingar til dæmis, eða sem hafa framkvæmt að komið nálægt fóstureyðingum eða stuttar eða eitthvað slíkt, þeir eru í raun alveg réttræpir, sko. Og ég hef eins og allir aldrei stutt fóstureyðingar og ég hef aldrei mælt í lið og ég hef aldrei reyndar að hafa verið drepin börn, eða barn drepið
með ólöglegum hætti, barnið mitt var drepið við Hringbrautina með ólöglegum hætti og ég kærði það mér því ég var náttúrulega bara hent út sem einhverju hysteríu, sko. En samkvæmt íslensku lögum var það drepið ólöglega og í raun, og þess vegna eru þeir alltaf að, sko, þessir djöflar sem að Monsanto og þetta corporate lið, það getur nefnilega réttlætt að drepa ábúðslega mikið af mannkynið því það hefur sjálft drepið afkvæmi sín, sko. Og þar liggur það sem að Jesú alltaf að segja. Jesú alltaf að benda á þessa hluti. Hann að segja ég brýt hlekki dauðans, var hann ekki að tala um það? Jesú, sko, ef við trúum því báðir, erkiengill Mikael sem að kom með opinberunarbókina til Jóhannesar, ef við viðurkennum að það sé sami aðilinn eða sama veran og Nei, ég trúi því ekki. Það er farisismi sem var bætt við eftir á. En það einmitt þar sem hann segir ég alfa og omega. Sem að hver segir? Þessi andavera, þessi engil. Já, ég held að Jesú hefði sagt það. Það talað að erkiengillinn Jesú, Mikael og Jesú sé sami aðilinn. Það talað það, ég ekki að segja ég kaupi það. Nei. Ég bara tala hinn viðurkendu samtímavísindi kristinfræðinar. Já, sem alltaf kjaftaði eins og allt annað. En í raun sko... Hann segir, betra þér að vera kaldur en hálfvolgur. Ef þú ert hálfvolgur þá skyrpi ég þér. Og það ástæða fyrir því að ég kem fram með þetta. Já. Við erum að horfa á 7.000 miljón manns. Við erum ekki bara að horfa á 300.000 Íslendingar. Við erum að tala ein elita sem fer með efnahagsvöldin, pólitísku völdin og einhver önnur völd sem ég kalla skuggavaldið og við vitum báðir hvað við eigum við. Já. Þarna eru aðilar sem eru með virkum hætti að gera eitthvað við samfélagið og við menninguna. Þess fyrir utan eru svona nokkrir jaðarkallar eins og ég og eins og þú og Eva Hauks og trilljón bloggarar út allan heim að rífast yfir því að elitan sé að gera hitt og þetta kolrangt. En síðan bara restin af mannkyninu, já, sko, það á að minnka mengun og sest svo upp í bílinn sinn og burrar af stað eða það á að minnka plasteginu á Kyrrahafinu og fer svo að kaupa sér kristall í plastflösku og fleygir henni. Það ekki plastegi á miðað við þetta blekkingar. Það ekki máli. Það fullt af fólki í Evrópu sem að segja það á að menga minna og kveikir svo ljósið. Guðjón, í alvöru plastegi. Það ekki að pæli því að ljósið framleitt úr rafmagni sem framleitt með kolabruna eða kjarn. Það að segja að stjórnmálamennirnir eiga að redda þessu. Ég þarf ljós, ég þarf plasmasjóvarp, ég þarf Android síma, ég þarf, einhver annar á að redda þessu fyrir mig. En býtum við, það allir að gagnrýna elituna sem að reyna að fara að gera eitthvað, að reyna að gera eitthvað, hvort sem hún gerir það rétt eða rangt. Það allt saman psíkópatar, en býtum við, nei, sko psíkópatar það bara þeir sem fremja sko svona strætisglæpi. Psíkópatar bara þeir sem káfa á börnum, sko það ekki þeir sem í elitunni. Það ekki sko venjulega fólkið. Sko venjulega fólkið sem situr með, sko tjóðrað með fjárstýringunni við sjónvarpsskjáina sína, svoleiðis með gúllan eins og páfagauks ungi að bíða eftir ormunum sem kom út úr pakkamatnum í næsta stórmarkaði og onni í goggina þeim og heldur síðan að það þurfi bara að fara á sjálfshjálparnámskeið til að finna sjálft sig. Þetta allt saman sama siðblinda pakkið sem að bíða eftir því einhver reddi lífi sínu og Jesú afgreiði syndina þeirra. Já, en þetta ekki einmitt það sem að... Það nennir ekki einu svona að hugsa út fyrir 5 gráðu sjónarhólinn sinn. Við erum bara ekki allt í lagi að New World Order gerir bara það sem þeim sýnist eða elitan gerir það sem þeim sýnist. Vist, fólk getur nei, hingaðu ekki lengra. Ég læt ekki stjórna mér. Með öðrum orðum, sko málstæður þjóðveldis til dæmis ekki sá að við eigum að koma á þingum. Hann ekki sá að við eigum að koma á allsherjarþingi, nýju allsherjarþingi. Hann ekki sá að það eigi að vera svona stjórnarskrá eða hinsegin stjórnarskrá.
málstaður þjóðveldi snýst nákvæmlega eitt. Ég yfirgef þá hugsun sem stjórnar mér og fleginni, vegna þess að mér verður ekki stjórnað ef ég hlýð ekki hugsun. Og lýðveldið, stjórnkerfið eða bandaríska kerfið eða kínverska kerfið, það skiptir engu máli, trúarkerfið. Leið og þú kaupir hugsanakerfi sem stjórnar þér, þá ertu nákvæmlega þar. Já, já. Og ég að sjá 7.000 milljón fávita sem eru gargandi inn í hugarbúrunum sínum að beita öllum heimsins rökum til að sannfæra mig það að hvort Íslam trúarbrögð friðar eða ekki. Já, Bara, þú veist ekki hvað þetta tala En ég get treyst að Axel segir svoleiðis setningar. En hérna, það þú veist að í þessum skelfilegu aftöku fangelsum í Bandaríkjunum, þar talaður að þegar að dauðadæmdir menn labba gangana, þá talaður dead man walking. The Green Mile. Já, og það hérna í raun það sem að elitan að segja þessa sjónvarpsglápandi páfagauka fávita sem rennur heimskan út úr húrun á þeim og nefun á þeim. Þeir eru að segja að þetta eru useless breathers and feeders and breathers. Þetta gagnslaust pakk sem að eyðir súrefni og mat. Það það. En ég og þú erum svona sauðnaut sem erum að reyna að hlaupa af okkur hornin með því að stanga múrvegg í hugans. Ég að reyna að strjúka múrveggnum en þú ert að reyna að stanga þeim. Hvoru megin múrveggurinn hrynur? Ég nú aðalega bara að rista tréð hjá mér, sjá hvað tóll í trénu. En hérna, þetta óbúslega mikilvægur punktur. Ég reyndar get ekki, ég með eina spurningu sem ég ætla að sitja á Facebookinu mín á vegginni, ég ætla að gera það kannski. Og ég hef verið að pæla mikið í hérna Blackwater-dómnum, þú veist að þeir dæmdu hermenn Blackwater eða málaliða fyrir morð í Írak, í Æviland fangelsi. Ég þekki það ekki, segðu okkur frá því. Já, þeir voru dæmdir í fangelsi hermennir en gaurinn sem á Blackwater, hann var sýknaður sko. Og ég reyndar eftir að researcha það, var það ekki Kleópatra sem notaði snáka til þess að drepa fólk? Sett hún það ekki í sængina hjá einhverjum kalli, manstu það? Talaði held ég að móðir hans Alexanders Mikla hafi gert þetta. Já, ok. Veit ekki með Kleópatra, hún dó með því að af snáksbiti. Já, hún drap sig með snák, ég vissi það sko. En ég þarf að finna nafnið á þessari móður hans Alexander Mikla því að sko þú sátt ég spurði mjallhvítun daginn, veist hver ábyrgur fyrir svefni mjallhvítar, var það nornin, eplið, eitrið í eplinu eða mjallhvít sjálf fyrir að vera svona heimsk að taka af eplinu. Og næsta svona spurning sem ég ætla að vera með var þessi kettling þarna sem að setti snákinn í rúmið hjá einhverjum. Hver ábyrg fyrir dauða þess sem að snákurinn beit? Er það snákurinn, eitrið eða kettlingin sem setti snákinn í rúmið eða gaurinn sjálfur að hafa sofið á verðinum? Hver myndið þú segja til þess að væri ábyrgur? Allir. Og hver mest ábyrgur? Enginn. Það alltaf flestir myndu dæma kettlingun ábyrga því hún setti snákinn í rúmið eða ekki? Þetta eins og með skjaldbökuna sem að syndi með sportdrekan yfir ána. Já. Vegna þess að sko þó ég skilgreini sjálfa mig sem siðferðisveru, taktu vel eftir þessum orðum, ég skilgreini sjálfan mig sem siðferðisveru. Sem siðferðisveru. Já. Og ég hef mikinn áhuga á því, ég hef ekki farið nógu djúpt í það hvað Nietzsche skrifaði þessar hluti, en ég veit að Nietzsche hafði mikinn áhuga að pæla í siðferði, hvað siðferði? Já, já. Hann til dæmis benti á það að þegar aríarnir komu frá sléttunum í Afganistan og fjöllunum í Afganistan suður á Indlandsskagan eða indverska undirkontinentið og þá var þar hámenning sem var búin að vera mjög lengi og með stórum borgum, fólk áttar sig ekki á því hvað það merkir. Það voru borgir þar sem var hægt að kúka einhvers staðar og pissa án þess að það kæmi upp epidemic til hægri og vinstri í hitanum.
það var til matur handa fólki, það voru háþróaðar listir, það var til ritlist, það var vísindi þess tíma. Og þarna 2-3.000 fyrir Krist eða 4.000 fyrir Krist var hámenning. En svo koma brjálaðir Aríar, við erum nú taldir vera afkomendur þeirra, úr sléttunum í kringum Aríana, þarna austan við Kaspíahafið, og búa sjálfa sig til sem yfir stéttina, elítuna á Indlandsskaganum. Stofna þarna heimsveldi og uppgötva svo þetta trúarkerfi brahmisman, hindúismans, þar sem fólk trúir að það eigi að vera í þeirri stétt sem það fæddist í. Alveg frá hinum ósnertanlegu upp í brahmaprestana. En þetta var grimm, siðlaus menning sem streymir þarna inn á hestum og drepur til hægri og vinstri og fær vald út úr því. Þeir hafðu engan svona, fór ekki neitt dramakast yfir því hvort það væri rétt að vera fóstureyðingu eða ekki, eða hvort að Pímont hati konur eða ekki. Þeir bara gerðu það sem þeir ætluðu að gera og komust upp með það. Þetta er alveg eins og í bíómyndin hvað heitir það í Kína, Spíseti Húne. Hún gengur út á sama. Þú skilgreinir hvað þú vilt og síðan ákveður hvað þú kemst upp með og hvað þú kemst ekki upp með. Hvað er vald? Ég að sjá 7.000 milljón manns og þar af 300.000 pókarottur á Íslandi sem að vita ekki hvað þær hafa það gott, að þeir hafa ekki aðeins svona áhuga að vita hvernig fólk hefur það í Kenía eða í Mið-Afríkulífveldinu eða í Mongólíu og hefur ekki áhuga á því að vita það hvers konar forréttindi það að búa upp á litla sæta kassanum sem heitir Ísland. Ég var að rífast við kona, ég vildi flytja til Eþíópíu, sko. En þetta sama pakk, ég er partur af þessu pakki, getur rökstutt út í hástært hvort að kapitalismi sé vondur eða anarkismin sé góður eða vinstri grænir séu fávitar eða sjálfstæðismenn séu fasistar eða whatever. Þetta snýst vald. Ef þú hefur ekki vald yfir eigin lífi og ef þú hefur ekki hugrekki til að taka vald yfir eigin lífi og skilgreina hvað vil ég, hvað kemst ég upp með, hvar þarf ég að beita slægð til að komast upp með meira, hvað þarf ég að sætta mig við til að komast ekki upp með, hvert er mitt náttúrulega meðfædda vald ef einstaklingur getur ekki skilgreint það og ef hann getur ekki átta sig á því hvar hans eigin fordómafullu sjálftrúuðu skoðanir að búa til mörk inn í hans eigin huga sem síðan stjórna honum og búa til siðblind samfélag sem í þér að benda á einhverja blórabögl og segja nei þessi er siðblindur, ekki ég gull og gersemi. Sölvi Helgason var að tala um þetta á 1890. Ég held reyndar, já ég heyri hvað þú segir. Leið og þú missir sjónar á hvað vald þá verður reiður, hatursfullur, fordómafullur, skíthræddur og þú beygir þig hérna inni og færði svo stærri jeppa eða nýja skó eftir því hvoru kyninu þú ert. Ég held reyndar sko ég held að einstaklingsþroski sé að mörgu núna náttúrulega kynntist í Afríku þess að ég var þar giftist konunni og það allt saman og það land sem að heillaði mér rosalega mikið sko. Kona mín bara tekur ekki í mál að koma nálægt þessu landi aftur sko. Þetta er spennandi menningarland. Já, líka bara það er svona hæfilega mikið lögleysi þannig fyrir vitleysingar sem mig en sko þarna í Afríku til dæmis, það kynntist ég fullt af fólki náttúrulega. Einstaklingarnir sem slíkir eru nokkuð mikið í lagi nefnilega alls staðar í heiminum. Það er ekki fyrir hann að kemur þessi hópismi sem að vandamálin byrja. Og það er, hann spurði mig mitt á útvarpið sögu, Markus, hvað er hópismi? Og ég þurfti að útskýra það fyrir hann í mjög stuttu máli. Ég sagði það er þegar að hugtak eða kenning nær valdi yfir lífi einstaklings. Þá ertu komið með hópisma.
og það einmitt þessi umræða sem svo ruggluð og þetta svo, þú veist, ef þú ferð að spá hérna á uppbygging mín hérna, hvernig líður mér persónulega, þú veist, ég fit og allt þetta og svo ferð að tengja það við eitthvað svona hópismi eða vandamál í heimnum og það lítur að vera mér að kenna að þetta sé allt saman svona því að ég ekki búin að byggja mér nógu mikið upp, ég ekki, veist, þetta verður allt svo rugglingslegt sko. Og það þessi heimska sem ég alltaf að tala og öll þessi umræða og þessi linkur sem við vorum að tala allar feminismi, pólitík, þetta allt saman heimska. Af því að það reiknar ekki með þessu hugtaki sem heitir hópismi. Þetta bara alveg eins og það að sko að sjá ekki trén fyrir skóginum sko. Það ekki til neitt sem heitir skógur. Það bara hugtak. Það bara tilfellda trjám sem standa hlið við hlið sko. Og hérna sko bara ef að þú losar fólk ef þú losar fólk undan bölvun hópismann þá einstaklingarnir bara í fínu lagi. Ég ekki sammála því. Ég var sammála því. Já. Vegna þess að ég farin að sjá það að einstaklingarnir sannfæra sig frumskóg eigin hug. Já, það sama á alkohólistarnir samfara sig það bara ef ég tek einn drykk, ef ég skipti frá vodka yfir í viski, þá læknast ég á alkohólismanum. Þú veist, alkohólismin nákvæmlega eins, en alltaf meðan þú fár sjúkur hópisti, þá bara vellastu áfram í fyllir í hinga og fyllir í þanga og það bara spurning hvernig þú skadar á morgun, sko. Með þessu alkohólismanninum. Sama með hópismann. Þú veist, hópistar bara vaða, hægri, vinstri, bara vitleysu hér og þangað, bara spurning hvernig þú skadar á morgun. Sannfærðir ágæti eigin hugmynda. Já, alkohólistinn sannfærir það að sé allt í lagi í honum. Allt sama bullið. Já. Og egoismi í mínum huga, þegar þú gefur hugmyndum þínum eða hugsunum vægi. Þú gefur þeim gildi, rétt eða rangt, gott eða vont, dýrmætt eða ódýrmætt og svo framvegis. Það þegar þú færir þína náttúrulegu tilvist inn í þennan huga, sko hugurinn fín. Hann fattaði hringinn og diffrun og tegrun og mælingar og ljósbroti og svona cognitive sciences að búa til hugtök yfir skilgreindar hugmyndir, færa þetta í orð, búa til þessar orðabækur og setningafræði og blati blað. Halldór Kiljan Laxness sýndi nú fram á þetta þegar hann fór að setja ú og í og ég á röngum stöðum og allt var vitlaust. Má ekki skrifa ung, þá að skrifa ung. Já. Þú skildir söguna, var það ekki? Ekki sagan sem skiptir máli. Sko, þegar þú ert búin að nei, það á að vera ú. Það skiptir einhver máli, þetta bara gildismat. Það bara gildismat hvort það ú eða u. Þú sér ekki með FM með stafsendinguna. Þú ferð að sjá sándeldarhing. Þú ferð að víka, þú ferð að byrja, já, heyrðu, hver ert þú? Ég Guðjón og heiti, ég húsasmiður og heiti Guðjón, já, byrja, já, hvað ertu? Já, ég húsasmiður, nei, hvað ertu? Húsasmiður hver þú ert. Eða með Guð, fólk segir já, Guð, ég byrja, hvaða Guð? Óðinn, Visnú, Kali. Drottin, byrju, já, enskur lord. Hvaða Guð? Þór, Freyju, Frigg, Apollo, Mýþras. Já, Jesú var manneskja. Já. Eða Guð, eða Jesú var Horus. Já, sko, nú, leið þú ferð að nota nöfn, þá ert ekki eitthvað almennt hugtak. Nei. Ég manneskja sem að hefur nafn. En þú sér þarna, sagðirðu bara eitt, þú sagðir sko, ég Guðjón og ég húsasmiður. Að sko Guðjón, lífveran Guð með litlum stöfum. Guðjón húsasmiður Guð með stórum stöfum, öllum stórum stöfum. Af því að húsasmiður lögpersóna sko. Og veist, fólk gerir það
þetta allt saman svona sull í einum potti, sko. Það einhvern veginn að ná þessu upp og aðeins að fara að aðgreina hlutina, sko. Eins og þeim að segja bara hugtakið Guð, þú veist. Þú fari jafnmörg svör við þeirri spurningar sem manneskjarnar eru margar, sko. Það hlýtur að vera eitthvað að þessum pælingum, sko. Já, ég kem aftur á sömu niðurstöðu. Unglingurinn sem situr með handsprengjuna undir sögusteininum og heldur að sé eitthvað varið í hana því að gekk fram hjá honum stelpa og blikka hana. Já, já. Og þannig ég aftur að vísa í 200.000 ára sögum aðsins. En bara fyrir miður, gellan sem blikkaði hann í skóginum var neanderdalskona sem heitir Eva. Já, já. En þetta var orðið mjög fróðlegt. Ég fer að, hvað, þetta búið að vera 3 tíma, við erum alltaf að lengja þetta hjá okkur. Fáum við ykkur áheyrendur á þetta? Já, já, það var ágætis áhorf í dag. Ok. Þú sér það að mér svona langir þættir hjá mér sem eru 1-2 tímar að fá 100 áhorf, sko. Já, mér finnst gaman að þessu og þetta náttúrulega, við erum bara að gera nákvæmlega það sama og við myndum vera að gera ef við hefðum hist á kaffihúsinni í miðbæ að spjalla heimspeki. Já, ég hefði reynda viljað fá fleiri inn í spjallinu, það hefur einhvern veginn gengið illa fyrir aðra að tengjast, eða kannski bara fíla þættina svona, við vilja bara bíða með að koma fleiri inn. Já, ég hef verið að fá einhverju athugasemdir að sumt fólk hafi gaman að þessu og ég var einmitt að hugsa um daginn, það kom nú góður strákur og spjallaði við okkur þarna daginn. Já, Óskar, einmitt. Og ég fór að velta fyrir mig hvort það gæti verið og það nú kannski svona punktur til umhugsunar fyrir fólk, af því að ég og þú erum svo vanir að skrifa og tala og koma úr á framfæri og við erum búin svolítið svo lengi að sumt fólk gæti haldið þegar ég á ekki erindin í umræðuna, ég ekki eins pæltur eða eins djúpur eða veit ekki eins mikið eða eitthvað slíkt. En ég veit að við erum alveg sammála, við viljum fá fólk í samræðu. Já, ég vil fá alla bara. Já, punktur. Já, já. Og ég elska í raun og veru meira en allt annað þegar að fólk mátar bullið í mér. Já, já, ég elska það þegar að menn taka mig í eitt mát, sko. Það bara... Það þetta gerist ekki mjög oft. Ástæðan fyrir því ég get bulla svona að því ég þekkt svo marga bullara sem hafa gaman af að bulla. Já, ég reyndar sko, það þarf að meika, það sem svo gott að tala við þig, að þú ert mjög rökfastur, sko. Takk fyrir það. Mér finnst ég vera ægilega órökviss. Já, þú fer reyndar á ákveðin svæði sem eru mjög þokukennd, sko. Það ekkert stór svæði, þegar þú ferði, sko, fyrir mér þannig persónumyndunin og sú tenging við að það epoxy. Þar tapaði þér stundum svolítið, en í flestum öðrum sviðum ertu alveg skotheldur á röksemdafæslanum og ég, sko. Og ég eflaust með þokukennd svæði sjálfur sem maður sér gjarnan ekki sjálfur, sko. Þannig að það pirrar mig ekkert, skilur, en að því að, sko, mér finnst þú aðeins meira von í, sko, þessu sko, epoxíinu hér, og ég meira kannski hér, sko. Veit ekki hvort þú meinar sko, epoxíð hér eða hér. Þú meinar að þetta meikar ekkert sens fyrir neinum, sjáðu. Ég syns í birkiskóginum og þú í furuskóginum. Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að útskýra þetta. Þetta alltaf bara mín upplifun, sko, og eflust upplifir þú mig á svipuðum mötti slóðum með eitthvað annað, sko. En það alltaf leið, sko, að meðan að ég mjög ánæður, meðan þetta helst svona í ákveðnum rökræðingar dampi, sko, menn ekki að segja bara, já, mér finnst bara að þetta sé svona. Og svo spyrir maður, hverju? Já, bara að því að mér finnst það, þú veist. Já, ég nenni því ekki. Nei, það svona fyrir utan mína grensur, en menn bara segja, og einhver svona, þú veist, bam, einhverju punktar, sko, svo getur maður haldið áfram. Og við höfum til dæmis yfirleitt að enda með umræðunar að það eru nokkru punktar sem við erum alls ekkert mikið sammála sko. Já, það ekki mitt markmið að við séum sammála. Nei, það skiptir raun engu máli, sko. Já, mér finnst það ekki skipta máli. Nei. En sum erum mjög uppteknir af því að allir séu opaslega sammála einhvern veginn í loka umræða. Ég eins og sko oft og það einmitt þetta gamla góða maður brýnir mann, sko. Já. Að ég kannski hugsa það sem að þú varst að segja og svo kannski það hefur áhrif á hugsanaferilin hjá mér, sko. Ég tek heilsugur undir þetta. Já.
og það er náttúrulega tilgangur með umræðum, sko. Og þess vegna vil ég líka fá fleiri með, vegna þess að ég veit aldrei hvar kemur punktur frá einhverju mannesku sem fær mig til að hugsa eitthvað nýtt. Já, Ég elska nýjar hugmyndir, ferskar hugmyndir, og ég tala nú ekki að það fá mig til þess að fatta eitthvað nýtt. En ég ætla að koma einni spurningu að, mjög svona já-nei spurning. Já. Var það nokkuð tíman í gamla daga sem þú rakst á hann Benjamin H.J. Eiríksson? Nei. Aldrei rekist á gamla manni. Manst ekki hver hann var? Hann var forstjóri Framfarabankans eða hvað það hét, fyrsti hagfræðingurinn okkar sem að bilaðist og trúði að hann var Jesú endurfæddur. Já, nei, ég misti alveg á honum. Já, ok. Ég posti ykkur það á Face. Já. Hann var mikið pældur í hlutum sem tengjast mörgu sem við erum að fjalla. Ég hitt hann bara einu sinni í 5 mínútur, sko. Já, einmitt. Nei, það var bara þegar Óskar var með okkur, það kryddaði umræðuna, sko. Bara, þá ekki væri nefnir hvernig hann hló. Hann setti skemmtilegan lit á, og svo var hann með alltaf puntaði sjálfur. Ég hvet fleira fólk til þess að koma á svona skiptileikla spjall. Já, þetta hvernig tengið, já, ég ætlaði einmitt að spyrja þig, ferðið þú opnar Hangouts forritið? Ég fór reyndar inn á, ég fór beint inn á Google Plus og þar sá ég svona lítið bjöllu efst til hægri. Þar var rauður punktur og þá sá ég að það var komið invite frá þér. Já, ok. Og þá velurðu það bara? Já, þá valdi ég það bara join og það bara ég datt beint inn. Já, einmitt. Þetta lærist þegar ég er búin að reyna 2 og 3 svar. Já, þetta gengur vel hjá okkur, en það virðast einhverjir aðrir, og reyndar líka þegar ég var í Noregi, þá var svo slæmt samband, sko. Já. Ég er komin heim núna, nú er ég búinn með þessa vinnu, sko. Já. Mér var reynda búið strax önnur vinna og ég er svona, næ, ég verði opaslega dýr það. Ég er svona nett ekki að fara, konan er líka að fara í skóla, sko. Já. Það er að fara að klára sænskunámið. Svo, ég þarf að fara að sinna hundum. Já, einmitt. En ég ætla ekki að gera það. Einmitt. En þakka þér fyrir spjallið í kvöld og við tökum örugglega spjall aftur. Já, takk sömuleiðis, ég bara hlakka til þá næst. Já, einmitt. Minni fleiri á að koma inn, endilega. Já, við fáum hana Sif í heimsókn. Já, það væri gaman. Það væri gaman að spjalla hana. Einmitt. Nei, ég er opið fyrir öllum, það er ekki engar dyr lokaðar hér, sko. Já. Líka fólk sem hatar á Ísland. Það er bara ein regla hjá mér að það má bara einn snappa í einu. Sá sem snappar númer 2 verður dæmdur úr leik. Ok. Ef einhver öskrar eða æsist, þá má enginn hjóla í hann, sko. Hann verður bara að fá að klára. Þannig að þá sem að hjóla reiður númer 2, hann verður dæmdur umsvifalaust úr leik. Nema það ég. Ok, kallið minn. Takk fyrir mig í kvöld. Já, við heyrjumst. Góða nótt. Já, bæ. Takk fyrir komuna. Sömuleiðis. Heyrðu, já, þá ljúkum við þessu örstutta þætti okkar í kvöld. Þakka þeir sem hafa verið hérna allan tíman, það er nú slatta fólki. Og allavega nokkrar ræður sem er bara ljómandi. En við ítrekum það við Guðjón, við viljum fá fleiri manneskjur inn í spjallið. Og hann gaf nú smá hint það hvernig hægt er að nálgast. Þið sitið ykkur í sambandi við mig bara í kommentunum og ég innvæti ykkur umsvifalaust. Og þá eins og sagði, kemur ykkur nappur þarna upp á Google Plus. En eins og þeirri þá er ég aðeins fann að þreytast. Þetta var löng rökræðukeppni við hann meistara Guðjón, stórmeistara og lífskúnsner og hundaþjálfara. Og þá býð ég ykkur bara góða nótt.